Góðan daginn, kæri hlustandi, og vertu velkomin í sögustund. Í þessum þætti fá að heyra söguna af Jóni Arnóri Stefánsssyni, körfuboltamanninum sem ruddi brautina, fór meðal hans 17 ára gamall inn í íslenska körfuboltalandsliðið, spilaði með Dallas Mavericks í NBA og ferðaðist alla Evrópu til að spila í bestu körfuboltadeildum heims. Stoppin voru mörg og mismunandi. Við fáum mjög skemmtilega innsýn inn í lífið í Rússlandi, þar sem mislöglegir hlutir áttu sér stað. Hvernig Jón endaði á hryðjuverkalista í Bandaríkjunum yfir í stjörnulífið á Ítalíu þar sem risa Nike-auglýsing af Jóni Arnóri og Totti hékk á torgi í Róm. Sömuleiðis tala Jón leiðina inn í atvinnumennskuna og af hverju hann sneri aftur heim frá einni bestu deild í heimi til þess að spila fyrir KR og að sjálfsögðu klukka inn nokkra klukkustundir á prikinu. Jón segir frá öllum þessum sögum og upplifunum á mjög einlægan hátt og mér þótti einstaklega gaman að tala við hann. Þátturinn í boði Ísey Skyr, en Ísey Skyr næringar og próteinríkur valkostur fyrir þig, kæri hlustandi. Sérstaklega vinsælt meðal hinnar íslensku þjóðar, enda eru til Ísey Skyr við allra hæfi. Hreint Ísey Skyr, kolvetnaskert Ísey Skyr, bragðbætt Ísey Skyr og Ísey án, sem án viðbætt sykur og sætuefna og einungis bragðbætt með ávöxtum. Svo eru bragðtegundirnar orðnar svo margar, eins og maður hefur fengið að kynnast í gegnum árin, en nýju bragðtegundirnar eru meðal annars crème brûlée, vinsælasta bragðtegundur á landinu bæði, og Ísey Skyr með dökku súkkulaði og vanillu. Sama hvaða bragðtegund þú velur, skyrið framleitt með 3 til 5 sinnum meira mjólkurmagni en venjulegt jógurt og auki með sér íslenskum skyrgerlum. Íslenskt alla leið. Hugtakið lífrænt, sem við höfum öll heyrt áður. Hversu oft höfum við heyrt að eitthvað sé lífrænt ræktað? Það vísar til uppskeru matvæla sem fæst af náttúrulegum toga án þess að notast við skordýraeyði, illgresiseyði, tilbúin áburð eða erðabreytingar. Allt hlutir sem að mig langar lítið að innbyrða. Rapunzel einmitt eitt af leiðandi vörumerkjum með lífrænar vörur. Brautryðjandi fjölskyldufyrirtæki í lífrænni framleiðslu síðan 1974 sem býður upp á hefðbundnar heilsuvörur eins og hafra, músli og hnetublöndur, en líka freistingar eins og smyrjurnar þeirra. Smyrjur, svolítið gott orð, betra en smjörinn þeirra. Allána, smyrjurnar þeirra, hnetu og möndlusmjör og meira að segja möndlu núgat krem og kókosmöndlu krem eða smyrja. Settu þig og heilsuna í forgang með því að velja lífrænt frá Rapunzel. Ólífa vörulínan líklegast þekktust fyrir geysivinsælu meinhollu, hágæða, vönduðu, ítölsku ólífuolíurnar sínar. Þetta voru 5 lýsingarorð fyrir þau sem voru að telja og öll viðeigandi. Vinsældir olíana olíur í fleirtölu. Já, það hlýtur að vera rétt hjá mér. Vinsældir þeirra koma engum óvart, enda besta fita sem þú býður líkamannum upp á. Stútfull af dýrmætum andóksunarefnum sem geta meðal annars haft bólguhamlandi áhrif á líkamann og þannig dregið úr krónískum sjúkdómum. Auk þess gerir vönduð olía allan mat betri sem maður skilur þegar maður hefur pröfað. Svo Krónan búin að svara erfiðustu spurningu heims, spurningunni hvað á eiginlega að vera í matinn. Í öllum krónuverslunum finnur þú kortir í 4 kælin þar sem þú getur raðað saman hollri og góðri máltíð úr 3 flokkum. Það í fyrsta lagi prótein, öðru lagi meðlæti og þriðja lagi sósu. Þarna getur þú sett spilakassan á stað og para saman til dæmis kjúklingalundum í hunangs Dijon sinnebi með fajitas grænmeti og tómat og ólífu salsa. Þetta bara hugmynd frá mér. Frí hugmynd frá mér. Kíkið í kælin og verið kreatív sjálf, eða stilið mínum hugmyndum, kortir í 4, nú í öllum krónuverslunum. Hér tek ég síðasta kaffisopan áður en þátturinn hefst. Kaffið að sjálfsögðu lífrænt ræktað, fairtrade vottað og úr niðurbrjótanlegu hylki sem fer í gullfallegu kaffivélina frá Sjöstrand. Hylkin skilja ekki eftir sig neitt kolefnisspor og Sjöstrand sér til þess að kolefnisfótsporið sé jafnað að fullu. Þetta ljúfengur kaffibolli með hreinni samvisku, eins og þau segja. Jón Arnór Stefánsson, takkið til á mótunum. Gjörðu svo vel. Sjáðu ekki hvað ég reyndur. En ég smá stressaði fyrir þessu. Ég alltaf smá stressaði fyrir öll viðtöl, svona pínu, sko. Er það ekki bara heilbrigt? Jú, er það ekki bara eðlilegt? En eins og, eru að tala Það alls konar kvíði, til, sko, En þetta svona viðtalakvíðin? Smá viðtala, já. En svo þú ert mættur, þá þetta allt í lagi, sko. En ekki bara eins með körfuboltaleiki, eða? Jú, ég held að bara með svona flest, sko. Tyson tala líka einhver fælni, sko. Þegar hann fór inn í hringinn, sko. Allt upp að því að hann lappar inn í hringinn, að bara hann að skjálfandi og nötrandi, síðan þegar hann komur inn, I am God. Já. Þú ert með eitthvað svona guðstilfinningu núna þegar þú ert komin fyrir fram á mikrofónu. Ég veit það, ég bara með líðið þannig, sko. Vá. Nei, ég skil, sko, það eitthvað sem að, sko, það verið að undirbúa líkamann undir eitthvað, bara, þessi svona smá kvíði, skilur, eins og þú ert að lýsa með Tyson og þessi tilfinning sem maður hefur kannski
bara leið og það svona að vera að kasta boltanum upp í lofti sem að kallast uppkast í körfubolta. Ég veit þú ert ekkert mikið í íþróttunum, þú veist. Ég þurfi ekki að dressa það sjálf. Og þá bara allir í hring og það uppkast, 2 menn sem sagt, þá keppast að taka boltan, sko, skilurðu? Já, einmitt. Og þá alltaf svona smá í magan og svo bara leiðu uppkastið búið, þú byrjar, þá bara game time, skilurðu? Geggjað. Þetta líka eins og þú sagðir, sko, að líkaminn sé bara svona að undirbúa sig. Já. Það náttúrulega rétt að leiðin til að horfa á þetta. Frekar heldur en að vera eitthvað stressað. Já, það bara mjög eðlilegt, sko. Ef þú þekkir þessa tilfinningu, þá bara svona þá býður hana svolítið velkomna bara og ert ekkert að spá mikið í því, sko. Þú veist að þetta bara eðlilegur partur af því að fara í leika í hvað sem sko. Þessar aðstæður að fara í viðtal við þig, alltaf mjög stressandi. Ég skil það. Þú ert reyndar yfirvegar. Ég var að segja og væri sennaður, sko. Já, og ég sagði þér að ég er bara mjög rólegur, sko, yfirleitt, alltaf frekar. Það svona þín típa? Frekar, já, ég myndi segja það, sko. Ég já, mjög rólegur. Það eiginlega bara, já, skilgreinir svona það sem að ég geri og það sem ég eiginlega. Hvað ertu annað en körfuboltamaður, Jón? Ég er faðir, fyrst og fremst og eiginmaður og og svona stoltastur af því, held ég, eins og flestir feður og mæður og já, þeir sem hafa þá upplifað það, eignast börn og ala þau upp og svona, það náttúrulega bara stærsta verkefnið í mínu lífi og það sem að ég, já, hugsa hvað mest og langar að skilur að standa mig í því og vil láta minnast mín sem þá, þú veist, þessi fatherfigure og bara góði faðir og fjölskyldamaður og bara góði gaur, sko. Já. Fyrst og fremst. Mér finnst það mjög wholesome hjá þér að hugsa þetta þannig. Já, það ekki svona þegar maður komin í gröfina, þá svona hvað fólk segir þig, þú veist, þessi minning sem lifir áfram, sko. Það ekki bara, það verið tala kannski einhver svona íþróttaafrek og einhverja körfur. Já, einhverja körfur, en það aðalega það, sko, að bara að maður sé, já, einmitt að mín sé minnst sem þá þessi góði gaur bara, aðalega, sko. Ég mun líka minnast máli. Ég mun minnast þín sem hlaupara líka. Já, það Þú ert mættur hérna í hlaupadressinu. Við erum meina 2 nýkliftir. Já, við vorum að tala það áðan að það er náttúrulega búið að banna okkur að vinna, sko, að gera það sem við gerum og maður gerir það í íþróttasal, sko. Þannig að við þurfum að finna leiðir, ég og aðrir, við þurfum að finna bara einhverja leiðir til þess að halda okkur í formi og halda okkur í standi og þá maður bara að byrja sko, á fertusaldri að hlaupa úti, fara í frosti. -10. Spáði í því, sko, og ég þurfti að fá mér nýja hlaupaskó og bara nýtt dress. Bara fyrsta skipti? Hefur ekkert verið í þessu? Bara fyrsta skipti. Nei, þetta var svona kannski byrjunin á ferlinum þegar það þótti eðlilegt að vera úti bara í útihlaupi, skilur, og þá var eiginlega allt conditioning bara útihlaup. Segir byrjunin á ferlinum út af því að þá var það bara það sem þekktist í körfubolta lenskunni eða eitthvað bara tengt þér? Nei, bara almennt, sko, og líka bara í körfubolta lenskunni. Það var mikið útihlaup og þetta hefur náttúrulega bara þróast og breyst með tímanum, skilur mig, og það náttúrulega mjög langt síðan að ég byrjaði í körfubolta, sko. Þannig að ég er ekkert vanur því að vera úti að hlaupa á malbyggjunu og hefur aldrei hendað einhvern veginn mínum bara líkama og því sem ég er að gera. Körfuboltin kannski ekki þetta, það allt öðruvísi conditioning í kringum körfuboltan. Útihlaupan kannski verið meira í fótboltanum, myndi ég halda, sko. Já, en það mjög áhugaverðsamt, ég ætla að nefna það við þig. Já. Kári Steinn, okkar Íslandsmethafi í marathoni, Arnar Pétursson og Hlynur Andrésson, þetta svona okkar 3 bestu langhlauparar. Þeir kom allir úr körfuboltan. Það áhugavert. Finnst þið ekki? Þeir allir mjög svona nettir. Já, hlaupin rýra þig, sko. Já, þau gera það. Slípa þig aðeins niður. Já, þú ert aðeins búin að rýta síðan ég sá þið síðast. Já, aðeins. Ég tek þessu sem hrósi og markmið ársins 2020 var... En ég ekkert búin að rýtna? Ég búin að vera að hlaupa svolítið. Aðeins. Þú ert miklu stæltari en mitt einhvern veginn. Þú ert meiri. Takk fyrir það. Ég tek því sem hrósi. Já, við erum bara hrósi hverjum. Sko, ég er ekkert í langhlaupinu mikið, sko, skokkin. Við erum meira að hita bara upp þannig, bara smá skokki, og svo þetta meira svona sprettir, skilur, eitthvað svona intervall eða hvað sem maður kallar það. Já, einmitt. Fattar, eitthvað svona tengt, sko. Já, því náttúrulega ekki svona suicide sprettirnir komnir úr körfunni mikið. Jú, þetta fræga suicide. Það viðbjöður. Það maður hefur tekið þau nokkur sko gegnum tíðina. En ég var að mynda að hugsa, sko, af hverju þeir ná svona miklum árangri í langhlaupum, hvort það væri eitthvað í körfuboltanum eða hvort það hafi bara allt verið 3 menn sem byrjuði vitleysu íþrótt.
Já, ég myndi frekar segja það sko. Já það, ok, þú ert ekki að sjá hennar menn í kringu þig sem eru bara þess að langhlaupar. Það eiginlega flestir svona körfuboltamenn sem ég þekki sem eru bara, þú veist, líkaminn á þeim og bara, hérna, þú veist, ég veit ekki bara af því að þeir eru búin að vera kannski í körfubolta bara allt sitt líf en þeir eru ekki með þennan skrokk í langhlaup, myndi ég að segja sko. Nei. Fattar það mig? Já, algjörlega sko. Eins og þú veist, þú ert svolítið, þú ert mikill, þú ert hár og sterkur og svona. Ertu ekki að þramma í skokkinu? Jú, ég var með þetta að segja við einhvern daginn að ég einhvern veginn svona bara ég var að segja það er langt síðan ég fór út að skokka og ég eiginlega bara gata ekkert sko. Ég var með mikið verk í njánum alltaf og kannski var það skópunnaðurinn. Ég kendi því svolítið að því að ég fekk daginn nýja skó sem við vorum líka að ræða, svona Pegasus, Nike-skó og ég svíf á þessu. Já það? Ég bara svíf. Ég bara er að upplifa bara útilhlaupa og skokki bara nýja leik sko. Þetta bara endur nýja líftæði því sko. Þetta geðvett. Og þetta er ekki pluggaði neitt sko. Þetta er bara sannleikur. Já. Ég hef bara aldrei verið í nógu góðum hlaupa sko, greinilega. Nei, en þú ert líka búin að þjaska svolítið út líkamannum að það kannski ekki skrítið að þegar þú byrjir þá sé svona smá tak hér og þar. Já, það er það sko. Ég er búin að ganga svolítið á hennan skrokk og sem er bara, þú veist, partur af þessu mínu starfi, þú veist, og hefur verið sko. Já, einmitt. Þú sagðir að það væri búin að vera svo lengi í körfuboltanum. Ertu ekki bara, þú ert einn af þeim sem bara byrjaði kornungur og... Já, ég byrjaði kringum 10 ára aldurinn, sem er nú frekar seint held ég, svona með að við hvað krakkarnir er að, þú veist, þess að sonu minn byrjaði 5 ára, 6 ára í sportinu. Mikla væntingar til hans þá greinlega? Alls ekki pressa. Nei, ég byrjaði kringu 10 ára og hef verið bara á fullu síðan sko. Hvað, tókst ekki fótbolta og körfubolta? Jú, ég byrjaði miklu fyrir í fótbolta reyndar, byrjaði kringu 6 ára aldur og var þá var í þessu bara, var í fótboltanum og körfuboltanum saman sko upp að okkurum aldri, ég man það ekki 13 ára kannski. Þá var ég farin að bara vera svolítið meira bara í körfuboltanum. En síðan ertu mjög ungur komin bara í landsliðið og tekur þína fyrstu leiki með þeim? Já, ég byrja held ég 18 ára. Það er ekkert eðlilegt? Held ég held ég sé 18 ára þegar ég byrja og já, ég og Logi komum hann inn eiginlega bara á svipum tíma, hann er 1 ára eldri en ég og fleiri, ég er mjög ungur hann Frikki Rúnas var hann að landsstjórna okkar á þeim tíma og það var bara pólísía í honum að fá inn bara unga leikmenn og sem áttu þá að taka við og ég var bara partur af þeim hóp. Varstu alveg framúrskarandi á þessum tíma? Nei, ég myndi ekki segja það sko. Ég fór að spila alveg mikið strax sko. Þú veist og það var alveg hörku potensial í mér og ég var alveg ágættur í körfu sko og og hafði svona líkamlega, þú veist, burði. Ég var sterkur og með mikil sprengikraft þannig ég náði að, þú veist, ég gætt keppt við þessa fullorðnu, þú veist, kallmenn alveg mjög svona snemma myndi ég segja. Og ertu orðin alveg þokkalega hár þarna? Já, ég er bara svipa hár og ég er núna myndi ég halda sko. Þú ert undir 2, ekki? Jú, ég er 1,95 á góðum degi. Já. Og já, ég gætt keppt við á líkamlega, þú veist, og var snöggur og með mikla sprengju og svona, þú veist, var með alveg kíló og nýða að geta keppt, sko. Er það ekki rosalega mikilvægt að bara vera með einhvern veginn líkamlega þroska og vöxt í þetta? Jú, annars er þið bara, ítt til, sko. Þannig að ég gætt, bara, eins og ég segi, og þá leiði mig líka þannig, þið líður þá þannig að þú getur, þú veist, þú átt eitthvað í þess að kalla, sko. Og það er náttúrulega mikilvægt bara upp á sjálfstyrst og allt, sko. Síðan náttúrulega, sko, þú ert náttúrulega mjög bara þekktur fyrir þinn árangur í íþróttunni og þá sérstaklega þennan NBA hluta sem er náttúrulega bara framúrskarandi árangur fyrir einhvern að komast í út af bara samkeppnin inn í svona sporti. Þú veist, þú valdir bara íþrótt sem þinn atvinnuveg og það eru svo margir sem að velja það sama og er í rauninni miklu betra umhverfi bara eins og nút í Bandaríkjunum eða öðrum þjóðum býst ég við, ég ætla bara að geta til og með Ísland sé ekki með framúrskarandi umgjörð fyrir ungt áriðsfólk í körfubolta en þú talar að þegar að þú kemst þarna inn svo ég sé stikla á stóru inn í NBA þá hafði þetta ekkert svona, þú sagði bara þetta var alltaf planið, þetta er ekkert ég held þú sagði sko ég tek þessu með stóískri ró og mist aldrei svepp. Ég er svona hugsað, þú veist alveg að horfa á þetta sem bara markmið, þú sást þetta alveg fyrir þér gerast. Já, en ekkert í þessu sko, ég hef aldrei verið svona markmiða miðaður sko
og aldrei verið með það sem eitthvað svona það hefur aldrei verið partur af því sem ég geri sko, þú veist, ekki eins og crossfit fólki okkar sem að maður lesi í bókunum, ég lesi allar þessar bækur, það er alltaf bara, þú veist, bara settu markmið og eitthvað svona, það hefur aldrei verið svona með mig sko, ég bara, þú veist, hef bara verið duglegur að æfa, er heppinn að vera góður íþróttamaður, þú veist, skilurðu, og þetta með, þú nefnir þetta með Dallas, ég hef ekki misst svefn og alltaf verið ról, ég er bara svoleiðis, þú veist, og þegar ég hugsa tilbaka þá var þetta bara einhvern veginn, þú veist, og það var ótrúlega að vera mættur þarna og það er eiginlega samt meira eftir það sem ég svona áttaði mig á því, bara vá, þú veist, ég var actually bara mættur í NBA-deildina, sko, þú veist, og ég skrifaði þetta samning, sko, þetta 4 ára samning held ég við Dallas. Þegar var bara 20-21? Já, eitthvað svoleiðis, ég var mjög ungur, sko, og ég held ég væri bara, þú veist, eitthvað skeggjaður, bara eitthvað, sko, þú veist, bara ég held ég væri fullorðin, sko, en ég var bara barn á þessum tíma og ég, sérstaklega þegar ég sé myndir af mér frá þessum tíma, þá þetta var ég bara mjög óþroskaður og harnaður bara úlingur í rauninni, sko. Þannig að það var ótrúlegt og eins og ég segi eftir á þá, þegar ég hugsa tilbaka, þá kannski gerir maður sér meira grein fyrir hvað þetta var virkilega stórt, sko. Og var þetta ekki svolítið skrautlegt ferðalega að komast þarna? Til dæmis, þú ferð þarna fyrst til Bandaríkjanna í skiptinám eða ekki? Jú, ég fer 15 ára gamall. Nú, ok, það er svona langt á undan. Þá fer ég fyrst út, sko. Þannig ég er bara í KR og lifi bara nokkuð eðlilegu lífi og klára þarna gagfræðiskóla, Gaggo, í Laugalegg. Og svo er ég bara farin, sko, sumarið eftir út og fer ég í svona bara heimsókn í rauninni til Bandaríkjanna, til Los Angeles og það var þessi high school, þessi menntaskóli sem að, þú veist, hafði áhuga að fá mig og þeir voru með eitthvað sumadeild sem að ég þá tók þátt í. Þannig ég var með þeim í einhvern mánuð, þarna held ég, 3-4 vikur yfir sumatíman og pabbi fór með mér út, held ég. Við bara skoðum aðstæður og okkur leiði vel með þetta allt saman og svo bara kýldum við á það að ég var þá bara farin af landibrott þetta haustið, sko. 15 ára gamall? Já, 15 ára. Á einhvers konar íþróttastyrk þá? Eða þetta var í tengslu við körfubolta, þetta var ekkert bara nám? Þetta var nám, jú, og jú, styrkur ekki, sko, ég var bara hjá einhverju svona host familju og bara gekk þarna í public school, sko, í Los Angeles. En þú varst að fara út til þess að stefna á körfuboltan? Til þess að stefna á körfuboltan og já, stundar nám eitthvað minna, en aðalega var þetta alltaf bara gert út af körfuboltan, þú veist, ég hafði þetta bara mikið metna fyrir því að vera góður og þetta var bara, þú veist, ég fattaði bara þegar ég kom út og áttaði mig á því að þarna átti ég heima, sko. Þú veist, samkeppni var rosa hörð og bara óbærslega góður körfubolti, allt í kringum þetta, það bara heillaði mig eitthvað og með að við náttúrulega Reykjavík það sem að vera með fulli vinningu fyrir öllu sem er verið að gera hér, þá var þetta bara miklu stærri heimur og eitthvað sem að ég þá ætlaði mig bara að gera, vera góður í þessu og þetta var bara partur af því. Síðan er það hent út úr Bandaríkjunum? Já. Ég lendi hérna á lista með hryðjuverkamönnum og það var stór skandall í kringum þetta, eins og ég segi, þá fór ég í public-skóla og var ekki í einkaskóla, þannig að þetta er bara eitthvað svona pappírsvinna, sko, þú veist, það er ekkert hver sem getur bara gengið inn í public-skóla í Bandaríkjunum, þú þarft að vera búsettur og skráður í, sko, viðkomandi hverfi, þú veist, distrikt eða hvað sem þú vilt kalla það, til þess að geta gengið í, þú veist, viðkomandi skóla. Þannig að, sko, ég var skráður í einkaskóla til þess að fá þetta þá bara þetta landvista leyfi, sko, þetta E20 form hérna sem þú þarft að fylla út og fer með í sendir á þetta heima til að fá okkur stempil. Þá var ég skráður í þess að einkaskóla sem hét Mater Dei, sem var líka hann í Los Angeles. Og það var raunin bara til að fá þetta leyfi bara til þess að gangi í skóla í Bandaríkjunum, þú veist, og fá að vera búsettur þarna. Og við fengum þessa pappíra bara að senda og við fylltum út einhverja pappíra og fórum með það í sendiráði hér og allt er góð, ég var bara komið vísa í vefubréfið mitt og svo fer ég bara út. Og svo kemur það í ljós 2 ára seinna að það er bara verður allt vitlaust þarna og þá er einhver rannsóknar blaðamaður búinn að vera að rannsaka þetta allt saman og við vorum nokkrir útlendingar í liðinu, 3 frá Dóminíska lýðveldinu, ég og þeir höfðu þá sögum það að vera með útlendinga í liðinu og já, ég verð að taka það fram að, sko, við vorum nummer 1 í landinu, sko, þú veist, rankaði nummer 1 í landinu sophomore árið mitt, sko, í high school í Bandaríkjunum. Já, ok. En við erum samt að tala um úlinga þarna? Já, við erum bara að tala um menntaskóla, sko. Þetta er, sko, high school í Bandaríkjunum er það frá, þú ert að útskrifast þarna eitthvað í kringum 18 ára aldur. Já.
held ég 18. ári. Þannig að sko við fengum rosa mikla athygli sko, það hefði aldrei verið gerð aðtöðasemd við þetta hefði við verið bara einhverju gúbbar og ekkit góður í körfubolta en við vorum hérna númer 1 og það eins og ég segi ofboðsleg samkeppni og það bara var einhver ráðum til þess að fara að kanna þetta og rannsaka þetta, þú veist, og þá bara kemur í ljós að þetta ekkert í lagi, sko. Þessi pappisina var bara ekki í lagi, sko. Þetta var á mjög gráu svæði, skilur mig. Og það enda með því að ég raunin að þarf að hætta þarna áður en að seinna árinu mínu líkur, bara leið og körpta tímabilinu lauk, þá í rauninni þurfti ég bara yfirgefa svæðið, sko. Þá bara kom pappi út, þá var þetta orðið það mikið og stórt að við vissum ekki hvað myndi gerast, þannig hann bara kom út og var hérna hjá mér og við tjekkum okkur bara inn á hótel og svo var ég bara farin heim til Íslands. Þetta er mikið og stórt, varst þú að finna fyrir, var eitthvað verið að hafa samband við þig? Já, sko, þessi rannsóknar blaðamaður, þessir 2 sem voru að vinna í þessari frétt, þeir voru eins og Úlfar hérna bara í kringum campusin, sko, og vildu fá komment frá mér og liðsfélögum mínum og þjálfarinn mér stakk af, hann bara hvarf, hann fór, sko, og hann var náttúrulega maðurinn á bakvið þetta allt saman og skólinn var líka þetta gerður ábyrgur fyrir öllu og þá voru einhverjir reknir hérna og svoleiðis og þannig að þetta varð rosalega stórt og var í, þú veist, USA Today, þetta var ESPN, þetta var bara allt, sko. Bara einhverju nýfermdir strákar sem bara verið að reyna að yfirheyra af einhverju rannsóknarblaðamönnum. Já, þannig að þegar fréttin kemur út loksins, að þá þetta, þú veist, það stór frétt að bara, það var alveg ótrúlegt, sko. Og ég áreindar engar klipsur af þessu eða neitt, en þetta var bara stór frétt í Bandaríkjunum. Þannig að það bara aftur heim með þig? Þannig ég fer bara heim og þá var náttúrulega bara áfram draumurinn að komast í þú veist, í háskóla í Bandaríkjunum sem þá næsta, skilur, þú fer í high school, stendur þú vel, þá ertu rekrútaður af college, skilur, eða bara university, háskóla, og það var átt að vera, þú veist, það prósessin, sko. Já, þannig að það var markmiðið, sko. Tölum að þú varst nú ekkert með eitthvað svona brilljant sín á þetta og eitthvað masterplan, en þú varst allavega að horfa á Bandaríkin. Já, ég vissi allavega ég vissi hvernig þetta virkaði, sko, hvað þetta var. Þegar ég var með náttúrulega leikmönnum liðsfélögum sem voru, þú veist, Jason Capone sem var með mér var senior þegar ég var freshman, sko. Hann rekrútaður af öllum bestu skólunum og var einn af bestu leikmönnum í landinu. Þannig að ég í kringum allan þennan prósess og allir þjálfarnir að koma í heimsókn til hans. Þú veist, ég bjó hjá honum á þeim tíma, sko. Og þegar UCLA og North Carolina, allir þessu skólar bara komin í stofu og hitta foreldrans og hans. Og þá var ég bara inn í herbyggi bakvið, sko, bara, skilurðu mig. Þannig ég fylgdist með öllum þessu prósess og alveg með stjörnur í augunum, bara shit, ég verði að komast til North Carolina eða UCLA, sko, þú veist, þannig að ég sá það alveg fyrir mér og langaði alveg rosalega til þess að spila í háskólaboltanum. Hafði þetta fylgst með Jordan og vissi maður með þessi NCAA, þetta var rosalega sterk deild og flesti leikmenn svona ungir vilja komast spila þar og það átti að vera svolítið svona aðgangum miðin að NBA, sko. Það tengdi þetta alltaf, þetta tvent saman. Þannig að ég er svo farin heim en samt draumurinn áfram lifir að ég getur nú einhvern daginn spilað aftur í háskóla. Þrátt fyrir hryðjuverkalistan? Já, sem að kemur í ljós svo að ég á ekki döðvöld með að fara bara aftur til Bandaríkjanna, sko. Háskólanir úti þeir halda áfram að ég var komin inn á radarinn hjá þeim, bara strax fyrir fyrsta árum mitt í high school, þá var ég bara komin á okkur lista yfir topp 20 bestu í Bandaríkjunum, sko, í mínum árgangi og topp 20-30, ég man ekki hvernig það var, sko, og þannig að ég var strax komin á radarinn hjá svo mörgum skólum og auðvitað líka hjálpaði að þeir voru að rekrúta, þú veist, við vorum með held ég 3 í liðinu sem voru bara 2 sem voru topp 10, sko, svo var ég í mínum árgangi topp 20 kannski, og svo náttúrulega Jason Capone sem var senior þá voru allir að rekrúta hann, sko. Og sem hann alltaf endaði á því að fara í NBA og spilaði þar í mörg ár og var bara stjarnan þar, sko. Þannig að nú veit ég ekki hvert ég var að fara með þetta maður, en já, þá ég komin á radarinn hjá þessum stærstu háskólum í Bandaríkjunum og það heldur alveg áfram þetta recruiting process þegar ég kem heim til Íslands og þeir halda áfram að senda mér þessi bréf og halda áfram að vera í kontakt og ég fer í menntaskólan við Sund þegar ég kem heim
og hérna bara recruitment frá Bandaríkjunum, nei, ég held ég fyrir bara í MS sko af því að það kemur í ljós að ég náttúrulega þurfti eitthvað diplóma sko til þess að komast í high school, nei í college fyrir ekki, ég kláraði þá, ég var þá bara búið með 2 ár í high school úti og félagi mínir heim á Íslandi voru þá að fara í 3. bekk en svo kemur það í ljós að ég fæ ekkert met í raunin að utan nema bara eitthvað 1 ár þannig að ég byrja í 2. bekk í MS og mínir jafnaldar eru allir og mínir vinir eru allir í 3. bekk og ég þarf í raunin að klára þá sko menntaskóla heim á Íslandi sko til þess að geta farið út til Bandaríkjanna í háskóla skilur mig, þannig að ég er í raunin að tapa hann alveg heilu ári fattar mig sem að var smá skellur en ég brókaði þar ég að hanga hérna í 3 ár skilur veist, og hérna var svolítið kvíðin því út af körfuboltanum aðalega sko, af því að maður var ekki út í sama umhverfi þú veist, og sömu þjálfun og sömu samkeppni skilur mig sem bara þú veist, þú verður að vera í og hérna til þess að verða betri í körfuboltanum sko. Þannig að ég var svona svolítið hérna fastur og hérna en svo bara ok, ég kláraði þetta skilur og var í sambandi við alla skólan það var allt reynt til þess að hjálpa mér að komast út fyrr og Norður Karolína var áfram alveg að grimta í grúta mig á þessum tíma og UCLA aðalega, það voru kannski þessi 2 skólar sem að ég man helst eftir Bara út af frammistuðinni þannig úti á þessu ári? Já, ok. Og svo náttúrulega held ég áfram að spila hér heima og byrja að spila hérna með úlingalandsliðinu og það er náttúrulega bara fylgst með fattar mig. Okay. Það er alveg fylgst með þessu öllu saman og þeir eru að hringja og ég er í sambandi og þú veist og þeir geta að gera eitthvað og svona, þú veist og það var bara ekkert að gera, ég þurfti bara að klára menntaskóla við Sund, það var en ég kemist út þannig að það var svo sem planið en svo bara breytist þetta allt saman sko, ég fekk svo bara tilbúið að fara út í Þýskalands í atvinnum sko, ég stökk á það sko. Liðið þá eins og væri að setja NBA-drauminn eitthvað bakið þér eða? Já, þú veist, já, kannski ég var ekki alveg farin að hugsa NBA á þessum tímapunkti, það var mjög fjarlægt sko. Nú, ok. Ég skil að það var fjarlægt já, það var alveg fjarlægt sko. Þarna er eiginlega allir fókusi bara á hvað kemur næst þú veist, og háskólinn var eiginlega alltaf ég var búin að ákveða það bara ég var að fara í háskóla skilur, ég var seinna árinu minn út í menntaskóla þá fylgdist ég með þessum Jason Capono þessum vinum mínu sem útskrifast og fór í UCLA að þá var ég að fara og leiki hjá honum þú veist, í heimsókn og var í kringum hann og campus þannig að ég fekk svona smjörþefin af svona college lífinu sko, smá og þetta var bara eitthvað sem mér langaði í sko, þú veist, og vera hann í Poly Pavilion sem var höllin hann í UCLA og sagan á bak við þann skóla þú veist, var náttúrulega ofboðsleg sko, og þetta var bara eitthvað sem ég ætlaði mér að gera og ég hugsaði ekkert kannski atvinnumennskun eftir það sem kom eftir sko, ég var eiginlega bara með fókusin þarna á þeim tíma sko. En þú varst með fókusin á atvinnumennskunni, þú varst að fara að vera körfuboltamaður? Já, ég var bara, það var það sem það sem ég var bara og ég er bara körfuboltamaður og það er eitthvað sem skilgreinir mig skilur og hefur alltaf gert ég er náttúrulega búin að vera að gera þetta síðan ég var 10 ára gamall og á mjög háu leveli mjög lengi þannig að já, ég sá það alveg það var kýrskýrt að ég ætlaði mér í atvinnumennsku sko. En þú varst ekki að velja nám eins og innan MS eða í þessum háskólum eða þarna úti, eitthvað svona tengt einhverju backupi eða þess að Nei, alls ekki sko, það var aldrei, það var bara hvað er auðvildast, það var félagsfræði í menntaskólanum, ég hafði heyrt það sko, þannig ég skráði mig í félagsfræðibraut í menntaskólanum við Sund og bara, þú veist einhvern veginn, já, ég hafði einhvern veginn aldrei neitt mikið metnað fyrir námi sko alveg svona nokkuð klár gaur og allt það og átti ekkert erfitt með það en ég var frekar latur svona námsmaður bara engin hvati fyrir því? Nei, ég raunin ekki sko, skrópaði mikið í gaggó til dæmis, 10. bekk, skrópaði massa mikið sko. Í grunnskóla? Já, okay. 10. bekk, aðalega þá svaf ég mikið náttúrulega, það var mikið æfingum og svona og þegar ég hugsaði tilbaka ég var bara alltaf sofandi svaf bara alltaf daginn þú veist og örgulega bara út af æfinga álægi eða eitthvað, ég veit það ekki og lenga árunum en það var orðið það slæmt að það var ekki fyrir því ég var hótað ég myndi ekki fá leyfi og ég var kallaður inn til skólastjórans sem var pabbi aðstofaskólastjóra, yfirkennari hann Björn hann er pabbi sem satt vinamís sem ég ólst upp með, hann Björgvin Halldór sem var með mér í körfuboltanum í KR og hann kallaði mig á fund
einhver tíman á einhverju tímapunkti í, rétt fyrir páska í 10. bekk og páskana er svona frægt körfuboltamót sem heitir Scania Cup á Norðurlöndunum þar sem við káringar vorum á leiðina að fara að taka þátt í fyrsta skipti sko og þá var semst mætingi mín orðið það slæm að semst pappi og mamma hótuði mér því að ég myndi ekki fá að fara á mótið ef að ég myndi ekki hissi upp mig og mæti hvernig einasta tíma á tíma skilurðu og þá myndi ég bara ekki fá leyfa að fara á Scania Cup og það var eiginlega ekki fyrir þá sem ég fór kannski að mæta eins í skólan það árið og það var alltaf bara körfuboltar það var ekki boðið að það var ekki að metna út af skólanum það var bara ekki boðið að missa mótinu sko skilurðu þannig ég tók mig á og fekk fekk viðvörunu og allt þetta spark í rassinn og þetta svolítið einkennir bara skólagönguna mína sko. En hvernig horfir þú á þetta núna? Ég veit að svo sem einhverju hægt að breyta eða einhverja tillögur að breytingu fyrir þetta en þú veist, þarna er skólastjórinn að taka á fundi sinn bara efnilegasta körfuboltamann landsins og veit ekkert hvað er í vændum þú veist, upplýðið þú þetta eins og bara eru þið ekki að sjá hvert ég er að fara hérna, akkur má ég ekki bara stefna á körfubolta og þú veist, og síðan ferða á þetta Scania Cup og þú ert valinn maður mótsins, eða ekki? Jú. Eða strákur mótsins, kannski, á þessum tíma. Já. Þú veist, var upplýður eins og fólk var ekki að hjálpa þér mikið með að ná árangri í körfunni eða var skólakerfið að draga þig niður? Ég fann aldrei fyrir því, hann studd okkur rosa vel sérstaklega hann sko, hann Björn, hann alltaf átti son í þessu líka og var mikið í kringu lið okkur, var liðstjóri ofta sögum mótum, en sko, ég held bara mætingin, hún var það slæm sko. Já, það er einhverja lámaskröfur að sjálfsögðu. Já, hann sko, svo bara mætingunum mína saman við eitt sko, haug í skólanum sko, sem hann mætti aldrei sko. Og og það var alveg frægt sko, þessi hann mætir ekki neitt og ég var eiginlega á pari við hann sko. Já. Og það var skellur, þá bara shit Jón, þú verður að sko, taka það á. Og ég held að það við líka hjálpa, ég held að þekki Björn og ber mikla virðingu fyrir honum og ég satt hérna á mótunum og hann var eiginlega bara runna, þú veist að segja mér bara hvernig hlutnir eru, bara tala við unga mann hérna, þú verður bara að gera betur, skilur og svo náttúrulega nú voru náttúrulega fóreldrar minni komin inn í spili og allt svoleið þannig að það var ekkert annað í stöðun en að bara, taka sig á sko. Já, okay, en ég fann aldrei fyrir því að það var eitthvað verið að berja mig niður og það myndi eitthvað neginn bitna á körfinni, aldrei svoleiðis en ég held að þau voru mjög sniðu, þau vissu að karfan var mér mjög mikilvæg og þá auðvitað bara hótar að taka það frá þér, skilur það sem er þér mikilvægt eða bara ef þú tekur þig ekki á ég gerir það alveg við börnum mér líka sko. Já, það var kannski svona einhver lámars PlayStation 12, það er ekki PlayStation, það er bara í viku en kannski eru þau að fara að skara fram úr í rafíþróttum í framtíðinni Jú, kannski, maður reynir að styðja eins og maður getur en þú veist, auðvitað, ef þér er andum eitthvað, þá bara viltu halda í það skilur, þannig að en þetta er bara, þú veist, skemmtilegt að hugsa tilbaka og skemmtilega minningar en það er einn þjálfari sem varst með, Benedikt Guðmundsson, eða ekki? Jú. Sem var það svolítið mikilvægur? Já, mjög hann Benni var í rauninni bara ótrúlegur svo ótrúlega mikilvægur okkur þessum strákum hérna í mínum árgangi 82 árganginu sem hann bara tók undir sinn væng sko og það er rauninni mjög sérstætt því hann var sjálfur mjög ungur á þessum tíma sko, þú veist, hann er bara 20 ára gamall og en er með svona ofboðslega mikinn metnað og passion fyrir þjálfun, þú veist og hvað hann ætlaði sér með okkur þannig að hann þú veist allt frá því bara hann var rosalega agaður við okkur þú veist hann bara ætlaðist til þess að menn bara mættu á æfingar alltaf skilurðu og var svona beitt okkur smá svona hann var með svona smá sálfræði tricks á okkur þegar maður hugsaði tilbaka á mjög jákvæðan hátt skilurðu mig hann bara svona svolítið ónýtt sko þetta er bara verið ábyrgð taktu ábyrgð á því sem þú gerir sko ef þú mætir ekki æfingu þá ertu bara þú ert bara að bregðast öllum í kringum þig sko, liðsfélagarnir allt þetta, þú ert ekkert merkilegur þó við sért alveg húkslega góður og kannski bestur í liðinu, þá ertu bara partur af hópnum fattar mig, og það er ekkert eitthvað annað sem á við þig skilur sem er eitthvað neina öðru þú veist, það er bara kollektífli, bara hópurinn skiptir öllu máli og hann kendi manni þetta rosalega snemma og ég man alltaf þegar maður kannski komst ekki að æfingu út af eitthvað, það var eitthvað jólaföndur eða eitthvað í skólanum og við báðum leyfi, þú veist, að fá að sleppa einna æfingu, þú veist, þá var það alltaf bara, já, ekki máli strákar, þú veist, það var alltaf svona, hann lætti að manni smá,
maður var með samviskubit sko, skilur mig og greinlega virðing þarna. Já, mikil sko. Þú sagði nefnilega hann að hann sko hafi kennt þér helling inn á vellinum og utan hans og eins og þetta sem úrst að tala með að bregðast ekki heildin hljómar eins og... Já, bara þetta, allt sem að tengist þessu og líka bara þú veist að það er með þetta þessi að mæta alltaf á æfingar, þessi vinnusemi, skilur mig og það var einhvern veginn það sem hann kendi mér, hann var mjög sterkur svona sálfræðilega, held hann hafi kent manni svona án þess kannski að vera meðvitaður það, þú veist, það er bara eins og hann Benni, hann svona það, hann kendi manni mjög margt, sko, og það var bara líka, hvað hann studdi vel við bakið á okkur, hann var að sækja okkur í skóla, skilur, í hátíðan á föstudöfum, þú veist, bara úr Vesturbænum, bara til þess að við getum komist á æfingu, þú veist, þá bara, það ekki máli, ég bara kem og sækja okkur og við bara förum á æfingu í hátíðan á föstudöfum. Og ég var náttúrulega að æfa með mörgum flokkum og hann bara hélt rosa vel utanum mig og okkur og einhvern veginn, hann kendi okkur grunnatriðin alveg upp á 10, þú veist, alveg bara landið inn í okkur sko, bara með aga og við vorum að drippla allan daginn, við vorum með okkur, þú veist, sundgleiru með svona tippex undir, það sem þú sérði ekki niður þá fyrir þig, þú veist, þetta snýst allt það að horfa ekki að boltan þegar þú ert að drippla, fattar það mig? Og hann var svolítið brautirandi þessu og við vorum að æfa sendingar alltaf, dundraði í vegginn, skilur bringu fyrir ofan haus með einni hendi skilur fyrir aftan bak bara svona alveg grunnatriði bara par excellence sko sem svo ofboðslega mikilvægt að kenna þú veist ungum körfuboltamönnum og íþróttamönnum bara grunnatriðin sko á þessum aldri sérstaklega þannig að hann bara býr til þú veist við vorum bara langbestir töpuðum ekki leik held ég bara upp alla yngri flokkana og bjóð til fullt af góðum körfuboltamönnum. Já, en náttúrulega mikilvægt fyrir þig að fá einhvern svona aðila til þess að hjálpa þér strax í byrjun og síðan þegar þú kemur út í Bandaríkjana þá ertu bara keppnishæfur ég meina það er ennþá verið að fylgjast með þér þegar þú komir sér aftur til landsins. Sko þegar ég kem út og fer yfir sumartíman að spila og kanna aðstæður þá var ég bara, þú veist, á pari við þessa gauðra sko. Upplifur það alveg sjálfur? Fannstu bara að ég fann það, þú veist, ég gleymi aldrei sko, ég er ekki með gott minni en það eru svona sum atriði sem ég gleymi aldrei og það var fyrsti leikurinn sem ég spilaði þó í þessari sumadeild og mér fannst allir vera stærri en ég og sterkari og fljótari og allt svoleiðis og það var ekkert margir svona hvítir sko, þú veist, ég var einn og liðsfélagi minn einn og svo var bara eiginlega, þú veist, var eiginlega ekkert meira af okkur sko, þú veist, þetta voru bara miklir íþróttamenn og manni leið kannski sko, það var þessi kvíði og það var þetta stress þegar ég kom inn á og ég gleymi aldrei en svo bara leikunum byrjaði þá var ég bara ótrúlega góður sko. Uppkastið og svo bara var ég ótrúlega góður og ég spilaði bara mest allan leikinn og svo var pabbi upp í stúku þú veist og svo sagði hann mér það eftir á þú veist að þá kom þjálfarinn til hans og hann var bara wow, ok, bara hann sáði á honum að hann var bara impressed sko. Og ég var eiginlega að koma honum á óvart kannski hvað ég var skilur góður fattar það mig ég meina, og við bara, ok, bara geðvitt af því að ég var líka mjög snöggur og með sprengin og allt þetta þannig að þeir voru bara, hann verður bara við verðum eiginlega bara að fá hann sko. Ok, þannig að ef við spólum áfram þá ertu komin hann til Þýskalands já, við erum að fara svolítið fram og tilbaki í þessu já, bara, ég gaman að heyra þessa sögu frá þér en þú ert komin til Þýskalands hvernig kemstu aftur til Bandaríkjanna og er það bara þetta að það er verið að reyna að fá þig? Já, þá er ég bara komin út í atvinnum þá er ég búin að kveðja bara háskóla drauminn sko. Já, sko, með að náttúrulega verður atvinnumæður þá ertu ólöglegur í háskólaboltan Já, einmitt og háskólaboltin er risastór eða ekki? Hann er risastór, jú, en það er ekki atvinnumennska sko. Og atvinnumennskan Þú veist ekkert þetta Jú, sko, en atvinnumennskan er skilgrind þannig að þú mátt bara ekki fá borgað fyrir þetta eitthvað þú verður að vera í skólan þú mátt ekki sko vera þá með skrifa undir hjá umboðsmanni eða þá fá borgað fyrir það sem þú ert að gera sko. Þú ert bara skilgrið sem atvinnumæður þú færð greitt fyrir það sem þú ert að gera og í háskóla þá færð ekki greitt fyrir það sem þú ert að gera þú ert bara í háskóla þú veist bara eins og kerfið er í Bandaríkjunum þá ertu bara í íþróttum og skólanum þetta er allt bara, hangir allt saman sko. Já Þannig að NCAA er bara með stranga reglu hvað þetta varðar. Þannig að ég leið og ég feður út til Þýskalands þá er ég bara búin að fyrirgera réttið mínum að þú veist að spila í þú veist að vera háskóla hvað sem er, löglegur. Já, einmitt. Þannig að þú ert bara komin út í atvinnumennsku. Þá er ég bara komin út í hardcore atvinnumennsku. Já, og þetta var alveg hardcore. Þannig varstu bara... Já, ég er bara komin í búndislíkuna þarna, bara með fullorðnum mönnum sko.
og ég þarna held ég 18-19 högslis þegar ég fór út og aftur fæ bara stóra rullu valdi, við fengið hérna samning, eða semst tilboð frá Frankfurt á þessum tíma, Skylanes hétu þá, ég og Logi hérna Gunnars, við fórum saman út í tryout til Frankfurt og fengum báðir alveg mjög lélegan samning sendan sko, eitthvað svona tilboð sem við höfnum og svo fer ég aftur út bara einn og fer hérna til Trier og ég enda að fara þangað og gerði bara eins á samning við þá liði sem var svona kannski bara aðeins fyrir neða miðju í deildinni, eitthvað svo leiðis en áttu bara, fekk traust bara til þess að spila, skilur, ég var bara að fara að vera byrjunliðsmaður og ég var bara að fara að fá að spila, bara þroskast sem leikmaður sem var bara planið, þú veist að ég myndi bara fá þessa reynslu þá frá þessu ári og myndi þá mögulega komast á eitthvað stærra árið eftir. Og það var raunin? Og það bara heppnaðist fullkomlega, ég bara spilaði fyrir þjálfara hérna sem hafði alveg ofboðslega trú á mér og ég spilaði held ég 30 pluss mínútur í leik í Bundesligunni sko á þessum tíma og bara stóð mig bara nokkuð vel sko var bara góður og hérna og var frábært að spila undir þessum þjálfara því að hann hafði spilað sjálfur í NBA og með mikla reynslu í Evrópu og leikstjórnandinn hjá okkur líka hann svona tók mig undir sinn væng sko, vendarvæng og kenda mér ótrúlega margt bara, þú veist, það þetta mikill hérna, það mikið stökk að fara einmitt frá, þú veist, hæskúli í Bandaríkjunum sem ég var og Íslandi og bara í atvinnumennsku og ýmislegt bara svona sem að, hérna, þú veist, allt í ertu einn skilu, ég var bara einn í íbúð og bara, þú fær bara íbúð, þú fær bíl og svo áttu bara að mæta æfingu skilu, þannig að það var auðvitað mikil, hérna þetta var svo ótrúlega einhvern veginn skrítið á þeim tíma en ég var bara svo heppinn að Trier er lítil borg og svona og rosalega fjölskyldu vænt svona umhverfi og fullt af fólk hérna sem bara passaði upp á mig, þú veist og hérna og það hefur svolítið einkennt svolítið minn feril að ég hef bara verið heppinn að vera í kringum gott fólk og hérna góð lið, góð þjálfara og einhvern veginn, já, bara verið yndislegt sko, þannig að þarna verið að fylgjast með mér og það eru skátar mér sér frá NBA sem eru þá greinilega farnir eitthvað að hérna, að því að ég var eitthvað smá í blöðunum hérna og hafði spilað góða leiki og verið í umferð þú veist, umferð deildarinnar þú veist, í liði umferðinnar fyrir ekki Það var ekki svona rannsóknarblaðmennska í gangi þarna fyrir að reyna að ná þið niður það var bara jákvæð umfyllir Það var bara jákvæð sko og þannig ég var alveg að standa með ágætlega og þegar þú ert svona ungur þá vekur það smá athygli og þeir höfðu þá verið að fylgjast með mér allt árið eins og komið ljós og svo bara fara hlutinir að gerast þarna eftir tímabilið þá fer ég út í svona tryout til þeirra og til Dallas og ég fréttaði, ég bara sé ég trúði því sko, ég bara þetta grínast þegar ég að fara í tryout tanga bara ok, kýlum á það, þannig ég fer út og fór í gegnum svona drillur og þeir voru bara að skoða allt og mældu mig og þú veist, það var bara allt mælt sko, bara allt saman Því hvað eru að tala um? Er þetta í alveg svona starffræðilegt? Já, það er bara, þú veist, náttúrulega på hæðin að gera og lengdina, þú veist, og hendurnar, mældar, stökk, krafturinn snerpan, þú veist, það er bara allt saman Þeir eru bara að reyna að reikna út bara þitt potential hvað þú getur orðið Náttúrulega líkamlega atgerfið skiptir óbærslega miklu máli og sérstaklega þegar það er verið að skáta fyrir NBA-deildina og svo er svona kannski bara að sjá þér mikla hæfileika í ykkur, það er kannski ekki rekrútað beist á bara því hvað þú getur í körfubolta akkurat bara þá, þú veist, það er náttúrulega maður líkamlegt atgerfi og bara potential, þú veist og svo náttúrulega þeir bara það bara markmið þeirra að þjálfa þig upp og þú bara öðlast reynslu og sjálfstraust og styrkist og verður þá bara þessi góði leikmaður þá eftir einhver ár, eitthvað svoleiðis, það er bara sett upp plan, fattar það mig, þannig að ég fer út og þeir bara greinilega setja mig inn í starffræðiformúlinni sína og það kemur greinilega bara ágætlega út, sko. Það þú bara komin í draumapakka, bara þú ert að fara, þeir ætla að taka því gegnum einhverja vegferð sem er bara í raunin að gera þig betri og bara reyna að ná sem mestu úr þér. Já, þetta er þannig, það er smá saga hérna á undan, þetta er, þú veist, við getum verið hérna í marga klukktíma en allan, það er, þegar ég klára sem sagt Þýskalands, ég er að klára tímabilið mitt í Þýskalandi, að þá þeir komnir í samband við mig og hérna, það er þá alltaf nýliðaval, hver einasta sumri NBA draft þú kannast við það? Kannast við það. Ok, þú þarft að fara í gegnum NBA draft sko, til þess að fara í NBA deildina sko, skilur mig þú ert bara eligible fyrir draftið á ákveðum aldri þá í rauninni bara, þú veist hérna, þá ferðu í draftið sjálfur skilur mig, eða það bara gerist automatist á ákveðum tímapunkti þá bara
geta öll NBA-lið bara fengi réttin á þér, skilur við Snorri bara, við pikkum hann þá á það lið rétt á þér og það annarkvort gerist í fyrstu umferð þá ertu með bara garantít samning ég held að þessi fyrstu, sko, ég man ekki hversu mörg völ það eru en það einhver x margir, svo það first round picks og svo second round picks og svo getur þú farið undrafted líka ef það draftar þið enginn þá ertu undrafted en þá getur þá eitthvað NBA-lið sænaði sem sko free agent skilur mig og það þín leiðin eða? Það var plottið sko þannig að sko Dallas segir við mig ok, nú komað sumar og þá eðlilegt að leikmenn fari í gegnum svona pre-draft camps í Bandaríkjunum það sem bara showcase fyrir öll liðin þá bara ferði til Bandaríkjana og það eru kannski 2 kampar stórir og það bara einmitt, það bara starffræða fólkmundar alveg á miljón sko. Þess að 2 kampar innan Dallas Mavericks? Nei, bara innan NBA. Já, ok, wow. Bara NBA-deildin, skilur. Það bara pre-draft workouts, kallast þetta. Og þarna sko bara verið að mæla alla, þú veist, það eru menn settir í gegnum drillur og það eru bara skátar, þjálfarar, GMs, allir bara í stúkunni og að fylgjast með. Körfubolta verksmiður þannig. Það bara þannig. Og þannig að þú bara þú veist, þetta bara eins og okkur uppboði eða eitthvað sko, fattar þið og allavega, svo bara verið að punta hjá sér og bara, þú veist, og það náttúrulega einhverjir 10 bestu sem bara allir vita að fara að vera valdir 10 bestu, fattar þið mig og svo bara spurning hvort þessi fyrsti, annar eða whatever þú veist, eins og þegar LeBron James kemur og allt þetta, þú veist, það vita allir fattar þið, en svo bara svo ógeðslega mikið af leikmönnum sem að fara í draftið og liðin þurfa náttúrulega að vera með puttan á púlsinum og vita nákvæmlega hvaða leikmenn eru góður og hvað þeir vilja og allt þetta þannig að þeir eru upp í stúka að skáta og þetta bara svona meat market sko og en svo var plottið sem stjá Dallas til að gera langa sögu stutta að þá gerðu við samkomulag það að ég myndi ekki fara í neitt af þessum neitt af þessum kampum, pre-draft kampum og þá var þeirra plan að ég færi þá undrafted í gegnum NBA-draftið og þeir myndi pikka mig upp sem free agent skilur mig einmitt, og það var bara og ég sagði bara já. Skilur ég bara já, ekki spurning það bara Dallas Mavericks þú veist að bjóða mér eitthvað svona þá bara ég geri það sjálfsögðu og þannig þeir voru að segja ekki sína hinum liðunum þig akkurat það nú bara nokkuð, já, ég er að ná þessu þetta er alveg mikil heiður þarna já, það var það þú veist, og en á sama tíma skilur, viltu þetta bara fara í þetta sko já, en þú ert samt að fara út að sleppa þetta en fá garantera bara, já, garantera það hefði ég skrifað ekkert undir neitt fattur en þeir bara stóðu við sig er það? Þú veist, ég fer náttúrulega bara ég fór í þessu workout-tjóðum og allt þetta og þá bara eftir það þá bara setjastu niður og þeir presentera þetta fyrir mér ég bara, já, ég til í þetta maður bara kýlum að þetta skrifar í alveg ekki undir neitt? Nei, þetta er ekki, þetta er bara, þú veist, þetta er bara munnlegt skilur, þetta er bara ég og þú og ég er hérna frá Íslandi, skilur það er bara Dallas þú veist, þeir geta sagt hvað sem ég er bara ok, kýlum á þetta og ég náttúrulega kynnist þarna þessum Donnie Nelson sem var svona þessi maður sem var á bakvið þetta allt saman sem vildi fá mig sko, sem var þá þú veist, president of basketball operations og pabbi hans Don Nelson var þjálfari liðsins og hann hafði greinlega rosalega mikla trú á mér og hafði verið að fylgjast með mér í gegnum Þýskalandsprocessin og var með sér upp í stúku á okkur leikum sko og ég vissi ekki á honum en allavega þá verður draftið og ég náttúrulega bara á listanum þú veist og liðin eru náttúrulega bara Jón Stefánsson, hver það, þú veist, þú eru að gera eitthvað heimavinnu hafa aldrei séð mig þannig séð skoða kannski eitthvað scouting-vídeó eða eitthvað svoleiðis en kannski ekki með þessa tilfinningu fyrir mér eins og hefði ég farið í eitthvað svona workouts, þú veist, og eitthvað svona showcase þannig að þeir bara, ok, við erum ekkert að fara að drafta hann þannig að eðlilega þá bara ég undrafted og Dallas stendur við sitt og ég bara sest inn á skrifstofu með þeim og skrifa hann undir samning við þá Einn á toppunum í þínu lífi? Já þú veist, já nei, alls ekki þannig sko þú veist, þetta var mjög surrealist moment og ég var bara komin inn á skrifstofu og ég var bara að fara að skrifa undir samning við NBA-lið og það er eitthvað svona, þetta hljómar fáránlega sko, magnað sko, bara eitthvað svona sem hún getur ekki bara, þú veist bundið í orð sko, það er bara en þetta var eitthvað svo eðlilegt maður, þetta var eitthvað svo fyrir mér sko, bara næsta skrif
Já, ætli það ekki, þú veist, ég ekkert að missa mér eitt yfir, þú veist, eitthvað. Ég bara mjög rólegur yfir þessu öllu saman, sko. Og, já, þú veist, það er fárulega hljómar, það var bara þannig og ég var bara mættur þarna, skilur. Ég get ekki lýst í betur, sko. En þú ert mættur til Bandaríkjanna og eins og þú tala alveg eins og í Þýskalandi, þá ertu þarna einn. Já. Og þú veist, ég bara svona veltaði fyrir mér, þú kemur úr svona all þín körfubolta ævi hafi einhvern veginn verið samlóðandi við skóla, þú veist, þú ert eitthvað bærast við að mæta í skólan og eitthvað og síðan æfingar og eitthvað, en þarna er það bara atvinnumennskan, bara æfa og spila og þú ert bara einn þarna í Bandaríkjunum býst við, þú veist, hvernig var lífið þarna, var það góðu tími, varst að fíla þetta eða var þetta svona, ég var nú kannski bara frekar til að vera á Íslandi? Já, sko, ég fann mest fyrir því náttúrulega þessi fyrstu ár kannski, þá var, þú veist, það blundar alltaf í mér þessi, sko, það er þessi sterku tengsl í Ísland og ég kem frá stóri fjölskyldu mjög náinn þeim og verið mjög samrýnd, þannig það var alltaf þessi heimþrá svona sem kannski svona blunda alltaf í manni bara öll fyrstu árin og náttúrulega sérstaklega í high school, þú veist, ég fer náttúrulega 15 ára gamall út, sko og og það er auðvitað mjög ungt, þú veist, 15-16, þetta er bara verður ekkert yngra, sko það er bara verið að kippa náttúrulega út úr, þú veist, öll þessu félagslega líka sem að fara að eiga sér stað eins og menntaskólinn og þú ert alltaf bara með öllu viniðinum og þau eru að fara saman á æfingar og svo ertu bara allt í einu bara komin eitthvað út í heim, þú veist, til Los Angeles, sko, þú getur ekki að fara lengra frá Íslandi og allir félagarnir eru bara að gera sitt, skiljum mig, og þarna voru bara bréfaskriftir, þú varst ekki að ringja heim, sko. Þú ert ekki svona gamall? Jú, ég ekki að grínast, þú veist, ég var bara að skrifa bréf heim, svo beið maður bara 3-4 vikur, svo fekk maður svaka bréf frá mömmu og pappa og þeim og vinum mínum og kæristinum minn á þeim tíma, sko. Og maður bara las þetta og greti yfir þessu maður og svo las maður þetta aftur og aftur, þá getur bara næsta bréf kom, sko. Wow! Það er stórt. Þannig að svona var þetta bara þeim tíma, þú veist, og þegar maður hringdi heim, skilur kollekt eða hvað sem það var svo dýrt. Já, það var alveg ógeðslega dýrt, sko, og ég man að hóstfjölskyldum minn fyrsta ári, hún bara fekk áfallinu sem hún fekk símreikningin, sko. Og það var bara köttað á það, sko. Þú ringir ekkert meira heim og ég fekk símkort og þetta bara endið ekki neitt, þetta er bara allt annar heimur í dag, sko, allt annar raunveruleiki, þannig að heimþráin var mikil, skilur mig, það var eiginlega bara öll tengsl í Ísland, það var bara kötta á þau og ég, þú veist, var bara eitt, sko, og það tók á ungan dreng, augljóslega, og var mjög erfitt og ég var oft bara, nú fer ég heim, sko, þetta er bara komið, sko. Jafnvel þegar þú varst hjá Dallas? Nei, ég myndi ekki segja það, ég myndi segja það bara þarna, sko, þegar ég er 15-16 ára, sko, þetta er ég að reyna svona, lýsaði bara, þetta var kannski erfiðasti og þetta svona kannski erfiðasti hjallinn, skilur, bara það flytjaði heimann, sama hvenar það er þetta tímabila sem að þú ert bara, wow, bara þetta er erfitt, sko, ég vil bara fara heim, gefast upp, sko, en svo bara sagði, þú veist, ég fekk alltaf að heyra það sama frá mömmu og pappa, þú veist, og þau sögðu alltaf við mig bara, ég mig bara ef að, sko, þú veist, ef þú vilt koma heim þá bara kemur heim, þetta er ekkit flóknar að það, þú veist, þú bara veist að þú getur alltaf komið heim og ég bara ok, bara ég frestaði þess aðeins, þú veist, ég bara, þú veist, það er alveg margt gott hérna, þú veist, ég gaman æfingum, geðvett að keppa, ég glemdi mér alveg í því, sko, alveg ótrúlega erfiðar æfingar, rosalega krefjandi, þú veist, að vera í þessu prógrami úti í high school, sko, og að með alveg geðbilaðan þjálfara, sko, fyrir ekki þú veist, geðbilaðan, það bara, þú veist hvað ég var við og mjög krefjandi, svakalega agaður, en ég bara þreifst í þessu, sko, en svo voru þessi moment bara þegar ég kom heim og bara, vá maður, þú veist, bara heimþrá og leittist og eitthvað svona inn á milli, sko, en nú ég frosin maður, já, ég ætla að segja, þú veist, að mér bara, þú veist, ég vissi það, ég gat farið heim, skilur, það var alltaf, það var ekki þannig og mér leið betur með það, þá hugsun bara, ok, ég get bara hætt, sko, og það er ekkert sem gerist, fattar mig, þannig ég bara svona, ég frestaði þess aðeins, og þau bara, þú getur komið heim, það er ekkert mál, bara þú veist, við styðjum þig, við getum komið út, þau komið út að heimsóttum jólin, reynda að koma út, skilur, og það var geðveikur tími, og svo þegar þú veist, kvöddu og fóru, sko, það var náttúrulega bara hrikalegt, sko, en þetta bara einhvern veginn, ég bara skilur, en það blunda alltaf í mér þessi heimþrá, en kannski ekki svona kröftuleg eins og þarna, en í Þýskalandi, í Dallas, bara öll þessi ár, þá bara svona, ég er bara svo mikill Íslendingur maður, það er óþolandi, þú veist, og líka var það þannig að þegar ég fór út, þá kom ég ekkert heim fyrir bara
sumari, það var ekki landslísgluggar þar sem ég var að skreppa heim eða það var bara ég farin út alltaf í, þú veist, 1. ágúst var ég farin út og ég kom ekkert heim fyrir, þú veist, lok júni eða 1. júli eða eitthvað sko, svo bara var ég farin út aftur stuttu seinna, þannig að hérna, það voru bara, já, eins og ég segi, bara öll tengslega við landið bara, þú veist, það var eiginlega ekki neitt sko. En þannig ertu komin á bara stærsta sviðið og í körfuboltaheiminum, ertu alveg að upplifa þig sem bara svona, ertu ennþá alveg með fullt sjálfstraust í þessu eða ertu að hugsa, já, kannski eitthvað, þú veist, annað sem út af þú ert náttúrulega í rauninni að fórna öllu öðru fyrir að vera að gera það sem að þú varst náttúrulega bestur í og auðvitáttur að vera að gera þetta, en var einhver svona efi hjá þér sjálfum? Já, alveg sko, sérstaklega ég held að svona mesta prófið svona hvað, þú veist, hérna, sjálfstrú, svona sjálfstraust og allt þetta, hvað það varðar, þá það auðvitað NBA-deildin, þú veist, þú bara kemur inn í klefa, þú veist, náttúrulega með, það voru flottir gaurar sem ég var heppið með liðsfélaga og hérna, liðsandan og allt þetta, en það samt þessi svakalega samkeppni náttúrulega innan liðsins og það enginn að fara að gefa þér neitt sko. Og auðvitað fann maður það á æfingum, þú veist, það var verið að bara bauna á mann og skamma mann og þjálfarastaffi var, þú veist, þeir voru mjög svona agaðir og þegar maður gerði eitthvað mistök þá fekk maður alltaf að vita af því og hérna, kannski ekki refsa en þú veist, bara þú veist alltaf meðvitaður það sko og það alltaf bara verið að móta þig, skóla þig, það fara allir í gegnum þetta, þú veist, þessi fyrstu tímabili eru erfið, þú veist, og ég náttúrulega bara gekk í gegnum það eins og allir aðrir og ferlið kannski styttara eða lengra fyrir suma hérna, auðveldara, erfiðari fyrir suma, það alltaf, þú veist, það erfitt að koma inn í umhverfið þar sem er bara umvafin bestu leikbönnum í heiminum, sko, þú veist, auðvitað þegar maður hugsa tilbaka, sko, ég var bara krakki, sko. Ég reyndi mitt besta maður, ég, sko, bara gaf aldrei eftir, sko, ég bara óði í þetta með hausinu undan mér og bara nóri greitt, sko, bara, þú veist, og það var, held ég, það sem að þeir fílu líka við mig, sko, ég var eiginlega lítið ekkert svona bilbug á mér sjá eða hvað sem maður segi, ég var bara grjótharður og ætlaði mér að gera vel sko, en var kannski ekki alveg, þú veist, ég voru að reyna að tróða mér inn einhver leikstjórnastöðu sem svona stjórna leiknum sem svona leikstjórnandi, mikið með boltan sem ég var ekki sko, ég voru að reyna svona svolítið að móta mig sem leikstjórnanda, ég átti svolítið erfitt með það, en annars var ég bara, fannst ég bara svo íþróttalega, þú veist, körfuboltalega, þá var ég alveg á pari sko. En varstu að upplifa eitthvað svona, ég ætla kannski segja fordóma, en þú veist, þú ert ekki að koma frá virðulegri körfubolta þjóð, þú ert þarna einhver Íslendingur. Já. Var það ekkert að spila inn í, eða var það mögulega bara að vinna með þér, bara, heyrðu, hann er íslenskur, hvað eiginlega Ísland? Ég held að hafi bara, já, verið með og á móti, sko, þú veist, ég, þetta fekk ekkert respekt, þú færði ekkert respekt sem nýli, sama, sko, hvaðan þú ert, þú veist, og sérstaklega, vá, frá Íslandi, það er kannski annað hefði ég verið eitthvað svona first round draft pick eða eitthvað sko verið þannig að ég fekk aldrei neitt ég veit það ekki hvort að það hefði hjálpað mér eða hvað en það sem ég ætla að segja með sko sjálfstraustið þú veist sem það mikilvægt sem þú getur bara það mikilvægt sem þú átt bara í lífinu það sjálfstraust og það var svona, ég fann að það var svolítið þú veist, það var challenge, skilur, þarna, í þessu umhverfi, þú veist, að halda því uppi, þú veist, og að því að það er svo, þetta er svona svolítið dog eat dog, svona heimur, þarna, og það er bara verið að berjast í stöður og þannig að það var kannski svona fyrir svona mig sem svona tvítugan, að það var, ég fattaði bara hvað er mikilvægt, þú veist, að koma bara inn og vera bara með þetta, og og eiginlega, já, læriði það og það tók það með mér frá þessu sko, að maður var alveg rosa efins, þú veist, oft og bara sétt er í nógu góður, eitthvað svona skilur og það er alveg, þú veist, þú verður að vera með sjálfsvörst alveg í botni sko, til þess að eiga séns í þessum heimi sko. Það sem er að koma hans inn á sko, að þú komir hérna frá Íslandi, þú veist, úr, ég veit ekki hvað, úrvalsdeildinni eða bara efstu deild á Íslandi, yfir í NBA, bara eins gott að þú lítir á sjálf þess en góðan í körfubolta. Já, einmitt sko, kannski gerði maður það ekki eins mikið af því að ég var frá Íslandi og ég er bara Íslendingur, skilur ég er bara frá Íslandi, hversu oft heyrum maður þetta sko, en þú veist að sama skapi var maður stoltur og allt það, ég er frá Íslandi og ég er í hérna, skilur, hver eru líkur á því maður, við erum bara 300.000, kannski þegar ég sagði það við fólk þá voru bara þetta grínast, 300.000 manns
veist, það bara blokk í Moskvu, sko og þannig að þá kannski fekk maður þetta respekt, bara ok, þú ert hérna það ótrúlegt en svo, þú veist, já, þetta bara þú veist, ég lærði alveg ótrúlega margt á þessum tíma, þú veist, og svo bara, já, ég hefði kannski geta verið þolinmóður með NBA-deildina gefið einu meiri séns en svo var ég bara farin stuttu setna, fór ég bara til Rússlands og gafst upp á þess að því ég var ekkert að fá að spila ég var eiginlega svolítið út úr liðinu og það kannski líka hafði svolítið áhrif á mann að ég var aldrei í liðinu, skilurðu þú veist, þetta langt tímabil það mikið að ferðalögum, skilurðu og það ekkert rosa mikill æfingatími þegar leikja álæði svona mikið, þá ekkert mikið verið að æfa sem lið Brota ferðalögum Já, það rosa mikið prísisons, byrjun tímabils þú veist, það var bara verið endalaust að drilla, æfa, koma öll í systeminn inn sem náttúrulega bara svona biblía, sko, þykk bók, skilur og þetta allt bara á fullu og svo bara leið og með byrja að spila og þá einhvern veginn svona dettu það upp fyrir þú veist, og þá var bara verið að passa upp á leikmenn álægið, þú veist, þá var bara meira verið að skjóta, þú veist, aðeins verið að fara yfir atriði og fyrir leikmann, sko, sem ekki að spila, þá það auðvitað mjög slæmt, sko, af því að þá bara held ég áfram að gera bara individual æfingar, bara eitthvað svona enga æfingar, drill lifta mikið og allt þetta og það verður rosa leiðigjart sko, til langs tíma. Það er ekki eitthvað bara þína íþrótt í rauninni? Já, í rauninni sko, þú veist, þetta er bara svo COVID sko, þú ert bara einn á körfu að drilla sko, þú færði ekki þetta upp og niður 5 á 5 og svo tilfinningu fyrir leiknum og allir þessu, það gerist bara mjög sjaldan og núna í dag til dæmis þá getur þú verið lánaði niður í neðri deild í Bandaríkjunum sem er svona önnur deild sem heitir, ég veit ekki manni hvað hann heitir, skiptir ekki máli og þá getur allan að fengið sko tíma á gólfinu þar þá getur allan að spila, þá getur verið kallaður upp aftur, fattar það mig það var ekki á þessum tíma þá var ekki bóðið sko, þá ertu bara í liðin, það ekkert að eina sem þú gerir sko, þú ert ekkert á lánsamning neinstaðar, þannig að ég er unni fer í gegnum allt árið bara að drilla bara þú veist, bara boltatækni, skot reyfingar og körfubolti og ég bara get ekki nota þetta neinstaðar, ég bara, vá, sjáðu hvað ég stekk hátt, þú veist sjáu hvað ég er sterkur, sjáu snerpuna en ég gæti ekki sýnt þetta neinstaðar fattar mig, ég bara fjekk ekki sens og vissi það svo sem fyrirfram en eins og ég sagði, þá var ég bara já og amen við öllu sem var sett á borðið sko. Ég bara, ok, skiptir mig engum máli og ég spil ekki neitt, ég er hérna og ætlaði mér alltaf bara að koma mér í liða á næsta ári og en það var mjög erfitt eins og ég segi, að spil ekki það hafði alveg áhrif á mig og ég fór bara svona, vá, þetta er bara glata sko. Undir lokin var ég alveg komið ógeð þessu sko. Og þá fer ég í sumadeild sumar eftir þetta tíma, þá fer ég í sumadeildina og þá fæ ég tilboð að fara að spila fyrir klúbb í Rússlandi í Petersborg Ákveður að stinga bandarækjamennina í bakið Já, og ég var með þannig samning sko að ég var í rauninni laus, skilur mig ég var með svona unguaranteed samning ég var með guaranteed samning fyrsta árið svo hefði ég þurft alltaf að vinna mig inn í liðið í prísisón hefði alltaf þurfa að vinna mér spott í liðinu til þess að samningunum minn myndi kick in sko. Aftur mjög lélugu samningur eftir á að higgja en já og amen við öllu ég skrif undir þetta allt saman sko. skiljanlega og þannig ég bara tók eitthvað alveg bilað ákvörðun að segja bara skilið við þetta allt saman og bara fór til Rússlands Varstu þarna kannski að hugsa bara, þú veist, bara ensti draumur, bara NBA, geggjað, en þetta ekki þess virði? Já, og líka hugsaði ég með mér, ég kem aftur, þú veist, ég get alveg spilað í það, sko. Ég náttúrulega búin að fara í gegnum æfingar og para mig við, þú veist, bara fullt af frábæru leikmönnum, skilur, bara í mínu liði. Þetta var bara, ég fann það alveg ekki að spila í NBA-deildinni. Sem ég svo náttúrulega bara uppgötta líka í Evrópa, þú veist, það bara að pari við það sem að gerast í NBA, þú veist, þetta eru ótrúlega mikil gæði bara, þú veist, í Evrópu líka, skilur og ég með leiðan sem ég væri þar og ég bara, ok, það bara tek Rússland og svo ég bara, þú veist, kem ég bara aftur eða ekki, það var svo sem eiginlega ekkert framtíðarplan, sko, þannig þetta var bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og spennandi, það var mjög stór þjálfari, David Blatt, sem var seinna þjálfari í NBA, hann var að búa til lið það var bara nýtt lið, bara nýr budget í Petersborg, allt bara, þú veist, eiginlega byggt upp frá grunni bara, íþróttahúsi okkar var bara byggt fyrir þetta tímabil, það var ekkert íþróttahús þegar við mættum, sko. Hvaða meistarar áttu þetta lið? Það var einhver svona ólígarka, einhver gæi, sko, Mr. Rodionov, hann átti einhver ólíubora og einhver svona drasl, sko, og
og var bara eitthvað filthy, glæpamaður sko, alveg klárt mál og við mættum þarna og fyrstu dagana vorum við bara á hótela því við vorum ekki með æfingasal sko. Það var bara ennþá eftir að klára hann og lýsandi dæmum það sem að gekk á þetta árið sko. En þarna var bara búið til bara svona superlið sko, bara ótrúlega góður Ed Cota sem var í North Carolina bara besti point guard í háskóla sögunni sko og nokkri leikmenn og við vorum bara með superlið og þú veist og það var bara spennandi verkefni, þau bara seldu mér það og ég stökk á það sko. Var það skrautlegt ár? Já, mjög. Hvernig er að búa í... Svo er ég alltaf komið til Rússlands, þú veist, talandi tilbreytingu sko, talandi sjokk. Já, ég myndið að tala hvernig varst að fíla þig þar? Var það bara allt annað það? Ég fór rosalega lítill tími í að einhvern veginn að spá spekulara mikið þar sko. Það var bara leikja álagið og ferðalögin voru bara eitthvað annað sko. Nú, meirinn í Bandaríkjunum? Já, í rauninni, þetta er svo miklar velið, við vorum að spila í Evrópukeppni og í deildinni og í byggarinn á þeim tíma varu margir leikir sko, heim og heiman alltaf, þannig að ég var alltaf á flakki sko, veist ég alltaf, en upplýði auðvitað Rússam sko og Rússland og menninguna og fekk þetta allt bara beint í æð og var auðvitað bara mjög áhugavert og situr í mér og ég þykir mjög væntum alltaf fólk og bara þessa menningu sem ég kynntist þarna, þú veist þetta var svolítið drungalegt og þungt og grátt og kallt og allt svoleið sko, en maður komst sko inn fyrir allt þetta, þá eru rússarnir helviti traustir sko. Varstu eitthvað að tala rússnesku eða? Nei, ekki neitt. Ekki neitt? Nei, ég bara var með túlk í því sko. Hvernig varst að rúlla það? Varstu bara labbandi með túlk? Ég var bara, við fengum allir bílstjóra við útlendingarnir, það er bara þannig, þú veist, það er bara standard í Rússlandi að þú fær bílstjóra og hann er í rauninni bara túlkurðin og bara hægir á höndiðin, bara allt tímabilið. Og því að traffíkin að hann er algjört bara mörder sko, hún er alveg killer og þannig að þú þarft að vera með eitthvað með þér sem er bara, þú veist, rússi sko, þú veist, þekkir þetta allt saman og þú veist, þú stoppar af löggun út í vegakanti, þú færð ekki að halda áfram þegar þú borgar honum, þú veist, þetta er bara menningin, það er heldur sé ennþá svona í dag og bara alls konar svona aðstæður sem að þú þekkir ekkert, sem að þú vilt ekkert lendi í, þú veist, og bara, það er bara, á þeim tíma var mörguleiti hefði getið verið hættulegt fyrir að vera þarna sko, þú veist og þannig að þú veist það var nauðsynlegt að vera með eitthvað svona hægri hönd og ég var heppinn, ég fikk alveg yndislegan strák sem var jafnaldri minn og var bara mjög góð vinur minn, sá algjörlega mig þarna á þessum tíma þannig að það mörguleiti bara yndislega minningar frá þessum Rússlands tíma sko, þrátt fyrir að þetta hafi verið svolítið kalt og grátt á köflum sko. Varstu að lenda í einhverjum ævintýrum þarna? Varstu að tala um að eigandinn væri einhvers konar glæpón? Já, sko, það var náttúrulega margt í kringum hann sko. Við áttum ágætis samband, ég og hann talaði náttúrulega enga ensku en hann var sem sagt skapstór, alltaf með lífvörð með sér, sem var með byss alltaf á sér og þægileg nærvera. Já, hann var svona lítill, svona pattaralegur svona, með svaka svona, augsvip sko, hann var bara skítræddu við hann sko, þegar hann gekk inn í herbyggi sko. Ég gleymiði aldrei að var ein saga frá því að við vorum að spila við Dynamo Moskvu á heimavelli, einhvern tímann í Petersburg, Dynamo Moskva var eitt besta lið í Rússlandi þá og þá sem sagt lágreinlega mikið undir í þessu leik af því að maður bara fann pressuna í loftuna einhverju hluta vegna og þá mitt bauðan okkur bónus fyrir leikin og okkur útleikunum, ef við myndum vinna leikin það bara, þú veist, það er bara reiðu fyrir á borðinu hérna, útlíkar og þið skiptu þessu á millíkar ef að þið vinnið þennan leik skilur, við bara, ég harta grínast og þú veist, og við bara spilum alveg frábærlega í leiknum en dómarnir eru bara ekki góðir bara alls ekki, sko, bara langt frá því að vera bara ekki góðir, það er bara eins og þeir séu bara viljandi að svindla sko, þú veist það var þannig tilfinning sko sem við höfðum það er mögulega að þeir séð eitthvað reiðufé á einhverju borði fyrir leikin líka leiðum að klára sko, þannig að þetta er ekki eina reiðufé líklega á borðinu sko þú veist, eftir að higgja allt saman en þannig að við bara töpum leiknum held ég bara í lokin og vorum betra þetta leikin svo einhvern veginn bara hvernig gerðist þetta, þú veist, við bara komum inn í klefa bara hvernig töpuð, þú veist, hvað gerðist þetta inni sko, bara vorum við rændir fattar mig, maður er nú oft kvartaði við dómurum en
en þið líður ekkert eins og þú veist það sé verið bara að svindla á þér sko, sett bara rændur þannig að við komum inn í klefa og það bara þögn og við bara Jesus Christ maður og svo bara heyrum við þarna fyrir utan klefan einhver svakalig læti einhver öskur og við náttúrulega könnuðum strax við röddina, það var Mr. Rodionov og þá hann sko, þá hafði hann farið inn í klefa hjá dómurunum eftir leikinn lífurinn hans, ég man ekki hvað hann heitir það verið gott að muna það, en hann stóð fyrir utan og það bara lokuð hurð og það bara verið að ganga í skrokk á mönnum, sko, þú veist, það voru læti, sko, þeir eru náttúrulega 3 dómar inni en Mr. Rodionov, hann fer bara hann inn í klefa og hann augljóslega bara að leggja hendur á menn, sko það mikið læti, sko, þú veist, það bara stólar að fljúa og sko, svakaleg læti, sko, þannig að við erum bara, hvað í gangi, við erum allir farnir að kíkja fram, bara dómar að hurðin var basically klefin var beint á móti okkar, bara í miðjunni það var útiklefi, heimaklefi og dómararnir voru í miðjunni þannig við bara, shit maður, hvað að verða vitni að hérna, sko, það bara verið að berja dómarana og svo bara kemur Mr. Rodionov út alveg eldur öðru framan eins og alltaf, þú veist, bara lagar bindið og svo bara labba þeir í burtu, sko og hérna og þá bara áttaði mig á því, það var bara reiðifjót allt, sko, þú veist akkur eru við að fá bónus fyrir þennan leik, skilur, það bara því að Mr. Rodionov, hann að veðja á leikin, sko hann með stóra fjárhæðir á leiknum, sko að sjálfsögðu fyrir hann þá bara inn í klefa á dómurunum og lemur þá, af því að þeir voru að tapa pening fyrir hann, sko en kannski, þeir voru auðvitað bara með pening á leiknum, sko, sín megin, fattar það mig já og þessi sko rótgrónu félög eins og CSKA Moskva og Dynamo Moskva, þú veist, það bara verið alltaf orðrum það, eða bara staðfest að margir dómarir eru bara á sko payróli hjá þeim í rússnesku deildinni, sko, skilur mig þannig að, þú veist, margt svona ljótt þú veist, maður vill náttúrulega bara hugsa körfuboltann sem bara sem þetta pjúr fallega dæmi maður, þú veist, bara besta liðið vinnur, skilur en þarna fekk maður smá smjör þegar af svona kannski dökku hliðinni, sko og þetta með, þú veist, að fara bara inn í klefa hjá dómarunum leggja hendur á og það bara gerist ekki neitt, sko, það var ekki fjallað það ekki refsing, ekkert fattar það mig Einmitt. Þannig að já, nokkra svona sögur, sko En eins og þú sjálfur bara, hvernig þú fórst í gegnum þitt líf að núti, bara næturlífið eða bara, þú veist, á leiðina æfingar var þetta allt bara nokkuð hefðbundið? Þú veist, ég veit að Rússland ekkert eitthvað bara alltaf, sko, þú veist, bara bílstjórinn beið úti, ég bara fer upp í bíl og við bara setjum í traffík í ógeðslega langan tíma fyrst til að komast að æfingu, svo bara farið í hádegi sem að þá fóru og yfirleitt allir saman strákarnir og við vorum svolítið á næturlífinu líka, það var mjög skrautlegt Í Rússlandi? Í Rússlandi, sko, það var mikið gott vodka og svona og bara skemmtilegt, maður var alltaf bara ungur og njóta þess að vera til, sko og hérna, það bara líka partur af þessum heimi að þú veist að menn þurfa aðeins að blása út og losum smá spennu og þá bara farið út á lífið og sumir fara stundum oftar en aðrir og hérna sumir svolítið mikið, sko, og aðrir ekki en ég var bara, eins og ég segi, ég var með frábæri liðsfélaga og það var oft, við vorum að fagna það bara gekk rosa vel hjá okkur þetta tímabilið, rosa góði liðstandi bara, þú veist, þjálfarum með sig að koma með okkur oft, sko og hérna góði klubbarinn í Rússlandi, sko Mr. Rodionov var ekki þetta sem Nei, Rodionov kom ekki, það var einu sinni sem hann hérna sem hann lét sjá sig, sko en hann fór svona lítið fyrir honum, hann var bara út í hotn einhvers staðar horfði yfir salin en já, þetta, þú veist þetta bara svolítið sérstakt lífið þetta, þú veist, það erfitt kannski erfitt fyrir fólk að setja sig í þessi spór, þú veist, það bara einhvers staðar út í heim að spila körfubolta, svo ertu bara, þú veist náttúrulega mikið einn, fattar það mig og ég nýtti bara tíman náttúrulega auðvitað ekki að mennta mig sem ég sé eftir, eina sem ég kannski sé eftir á ferlinu var að ekki svona kannski undirbúa exiti betur, mennta mig, en allan ég var að lesa bækur og bara ringja heim og mikið náttúrulega í samskipti við þessa liðsfélaga mína og svo fór bara mikil tími í það bara hugsa skrokkin og hvíla sig og hugsa næsta leik og þú veist, maður bara í þessu og svo bara líður tíminn bara svona, svo þetta bara búið, sko Hvað varst að lesa eitthvað sérstakt? Einhver áhugi, liggur hann eitthvað þar? Sko, ég byrjaði bara svolítið léttur bara í einhverjum glæbónum, sko. Svo var Arnaldur Indriða, tók hann allan, sko, á einhverjum tíma. Fekk það alltaf í gjöf frá einhverjum. Svo fór ég aðeins dýbra í eitthvað smá heimspeki, einhverjar bækur, tók Milan Kundera og eitthvað hérna Murakami, Stefán Zweig og eitthvað svona. Ertu ekki alveg slatta lestrarhestur? Jú, ég það. Ég var það miklu meira þá, sko. Ég fór svolítið djúpt í þessa heimspeki, svona eitthvað sérstaklega eftir hérna
Dostojevski og þetta náttúrulega tengdi það svolítið við Rússan og fannst gaman að því, þú veist, það svona ýmislegt við rússneska menningu og bara söguna sem hefur alltaf heillað mig svolítið og bara hvernig Rússin sko, þú veist hefur alist náttúrulega upp við svona alveg svakalegt keisaraveldi það sem að þú ert svona undirgefin sko, sem þú þegnir sko, þú ert bara þú ert undir einhverjum og þú bara einhvern veginn sko dæmi það þegar ég var hérna í Rússlandi sko á þeim tíma þá fann maður fyrir eldri kynslóðin þeir áttu svolítið erfitt með að þeim fannst óþægt að vera í kringum okkur útlendinga skilur, eða svona af því að ég held að það hafi bara verið þannig þegar þau voru yngri sko, þá var náttúrulega bara í Sovjetríkjunum á þeim tíma, þá var bara, þú veist, útlendinga voru bara svona óvinnurinn, skilur mig. Jaha. Og þú veist, ef þú sagðir eitthvað við og talar eitthvað við og þá varst þú bara einhver njósnari, sko, eða fattar þá varst þú bara sendur í gúlagi, sko. Skilur mig. Þessi hræðsla, skilur, þessi rosalega hræðsla í fólki, sko, þú veist, að vera bara sendur eitthvað til burtu bara í concentration camp, sko, eða bara látin hverfa, sko. Já. Og það fann maður svolítið fyrir þessu í Rússlandi þessna hann svona mikið svona virðist vera svona tilbaka kaldur við mann, þú veist, og svona það náttúrulega stereotypan ennþá, sko hún það ennþá, alveg ekki spurning, sko þannig að ég var svona svolítið að stúdera hann bara einhvern veginn og heitlaði mig svolítið heldur þú að hefði farið í en eins og ég sagði, þegar ég komst inn á þetta fólki kringum mig, þú veist, það bara finnur ekki traustari vin, sko traustara fólk. En varstu út af að tala á sér eftir að hafa ekki mentað varstu að hugsa eitthvað sérstætt? Var það mögulega eitthvað heimspeki tengt? Eða? Nei, ég hafði svona, pappi minn læknir þá einhvern veginn var ég alltaf með einhverja draumum það að vera læknir fannst það einhvern veginn bara henda mér og mínu karakter og hafði áhuga á því en það hefur í rauninni aldrei verið neitt nám sem að ég hef einhvern veginn bara fengið svona alveg bara brennandi áhuga á, þú veist, að vilja læra, skilurðu og í dag myndi ég segja að það sé þá aðalega svona eitthvað viðskipta hagfræði tengt og því að ég hef mikið áhuga á viðskiptum og hef verið svolítið að stúdera það en svo er bara spurning sko, hvað vill maður vinna við, þú veist ég bara að fara að festa mig í einhverjum banka eða, þú veist nei, ég ekki sko, ég lengan áhuga á því, hvað ætla ég að gera með viðskiptafræðin ef ég læra hana og þannig ég veit eiginlega ekkert ennþá hvað ég vil vera þegar ég verð stór, sko. Getur tvinna viðskiptin og körfuboltan saman eins og Mark Cuban fyrirrandi yfirmaður? Já, ég hef svo sem hef verið í smá umboðsmennsku kannski svona verið tengdur umboðsmennsku núna síðustu kannski 2-3 ár kannski ekki alveg all in en þá ertu svolítið að samtvinna þetta, sko, þú veist, business hliðin á körfunni og körfuboltan, það sem ég náttúrulega bara kann og er með meistaragráðu í, sko þannig að það mjög áhugavert og skemmtilegt svona eitthvað sem ég sé fyrir mér að ég geti starfað við í framtíðinni og þá kemur líka inn þú veist, þjálfun inn í það líka þú getur samtvinnað þetta allt saman það sem að þú ert kannski með unga leikmenn sem þú ert að reyna að koma á framfæri tekur þátt í því að þróa þá sem leikmenn og manneskjur og mappa svona eitthvað plan fyrir framtíðina fyrir þá og það ótrúlega margt svona sem að ég hef kannski verið að svona byrja að vinna að eða eina fyrir ekki það sem að ég hef verið svona kannski að vinna að fyrir framtíðina og ég hef mikið áhuga á og já, það er það eina rauninni sem ég hef verið að svona kannski fókusa á, sko. En hvernig er þetta bara svona fyrir fólk sem að nær svona langt og kemst, ég meina, ertu þarna bara að rúllum á bara einhverjum ofurlaunum þarna í Rússlandi eða hvernig er svona lífstílinn? Þú segir þarna að þú sért með bara bílstjóra og þú veist, það er svona einhverjum hljómar rosa grand, sko en þú veist, ég hef alveg verið á góðu launum, sko en ég er ekkert að fara ekki að vinna, skilu, það sem eftir eitthvað svoleiðis, ég er bara, já, góðu launum og það eru hörku peningar í þessu, sko, þú veist, og í Evrópu það er bara hörku laun og allt það og ekkert slæmt það að segja, sko en ég er ekkert að fara bara að setjast í helgan stein bara alls ekki, sko, ég bara þarf að fara vel með þá auðra sem að ég hef ekkert farið eitthvað sérstaklega vel með og var svona eðslu kló og eitthvað svoleiðis en það þarf að fara vel með aurana mína því að ég er náttúrulega ekkert að vinna mér þetta er bara lífeyrir minn, fattar ég mig svo bara flytur til Ísland sem er bara dýrasta land í heimi, sko það er ekkert grín að flytja hinga kaupa sér hús og hluti, þetta er bara þannig að, sko, maður þarf bara að passa aurana sína, þú veist, og
eins og ég segi þá hérna eru launin, þau eru góð en þú veist, þú þarftu þetta bara að passa upp á peningana. Já, og náttúrulega þú ert ekkert komin hérna með, eins og sæður að voru með meistaragráðu í körfuboltanum, en þú getur ekki unnið við það að eilífu að vera inn á vellinum. Nei, það bara hættir einhvern tímann og svo hefði maður engan áhuga á því að vera bara að lifa á okkur peningum sem eftir og gera ekki neitt, sko. Já, nákvæmlega. Fyrir utan það, sko. Fyrir utan það. En hérna, já. Hvernig upplifðir þú körfubolta á þessum tíma? Þú veist, út að þú náttúrulega byrjar sem barn í körfubolta og náttúrulega bara út að þetta leikur og skemmtilegt og svona þegar þú ert komin lengri inn í þetta og ert að fá borga fyrir þetta og það stíft álag, mikil dagskrá kringum þetta. Þú veist, tapar einhvern tímann gleðinni fyrir þessu? Já, margoft. Þetta var, þú veist, þetta náttúrulega bara vinna og þetta mikið svona æfinga, líkamlegt, andlegt álag af því að sko bara pressan mikil, þú ert átt að standa þig og já, þjálfararnir ruglaðir, sko, eiginlega bara oftast ruglaðir. Það þetta bara töff, þetta bara töff heimur og töff að vera einn, töff að vera alltaf undir mikilli pressu, sérstaklega fer náttúrulega alltaf ekki tímabæla sem að gengur illa, þú veist, bara bæði hjá liðinu, hjá þér sjálfum, og þannig að þú ert að tækla alveg bara endalista tilfinningum, sko. Og oft á tíðum þá var þetta bara komið gott, sko. Og ég fann það líka sérstaklega í svona þegar fór að líða fór að líða á ferilinn að þá fór mig að langa bara að fara heim, sko. Þetta sem ég sagði að þau blunda alltaf mér að vilja koma heim til Íslands eitthvað hluta vegna af því að Ísland lítið land og það svo sem ekkert mikið að vera þú veist, og ég var út í þessum stóra flotta körfubolta heim og allt það en alltaf blundaði mér að vilja fara heim og það með kom kringu 2008 þannig að þegar ég kem heim, sko, og þá var þetta bara komið gott, það ákvæði bara, ég bara verði að fara heim, sko. Þá var ég búin að vera í Róm í 2 ár og sá fram á það ég var ekki að vera áfram, ég bara nefndi ekki að fara aftur í nýtt land, nýtt lið, nýtt umhverfi, já, sem svolítið svona kultúrin í körfunni, sko. Styttri samningar og einhver hluta vegna, ég veit ekki af hverju það bara lenskan í körfuboltanum að það styttri samningar og var á miklu flakki og var alltaf að flytja með kynnast nýju fólki, nýju umhverfi, ég nefndi því bara ekki, sko, aftur og þá fekk ég bara algjört ógeð og þá fór ég heim. Ég hugsaði þetta þannig að ef ég fer ekki þá bara endist ég ekkert lengur í þessu, sko. Þannig ég þurfti bara einhvern veginn að fá að hlaða batterín heim á Íslandi og já, bara kýlda á það, sko. Þú nefnilega sagðir, þú ert að koma heim 2008 eða ekki? Jú. Það viðtal við þig þegar þú ert að koma heim. En náttúrulega bara stórfréttir að okkar besti sé á leiðinni heim úr atvinnumennskunum ætlar að taka samdi við KR? Samdi við KR, jú. Og þú segir í viðtali mér fannst eitthvað vant upp á í tilveruna, ég þarf að kynnast aftur vetrarhörkunni og hef kannski haft það of gott. Mér langar að kynnast því að vera námsmaður, borða núðlusúpu, harka í gegnum próf og fara svo á æfingu kvöldi. Já, námið maður, ég skráði mig í nám, sko. Þú gerði það? Já, ég gerði það. En svo var bara svo gaman maður, ég hafði ekki tíma fyrir námið, sko. Það var ekki að gerast í fyrsta skipti á æfinni að það ekki tíma fyrir námið. Ég fór náttúrulega bara all in í körfuna heima, það var ótrúlega skemmtilegt ár og var með öllum mínum bestu félögum, sko, sem ég ólst upp með, svo Kobba og Helga og öllum þessu strákum maður. Og já, námið svolítið glemdist í þessu því miður, en það var alveg ótrúlega skemmtilegt ár og ég fekk held ég bara allt út úr því ári sem að ég vildi, sko. Svo náttúrulega kynntist ég konunum mín á þessum tíma og þannig að þetta var bara stórkostleg ákvörðun að fara heim eftir á að hyggja. Þú sagði líka þarna að þetta snýst ekki allt um peninga, heldur líka um að láta sér líða vel. Þetta verður aldrei snúist um peninga hjá mér, sko, aldrei nokkuð tíma. Ég tala ekkert um neitt, launin mín neitt, mér finnst óþægilegt, sko. Ég hef bara aldrei séð tilgangin í því. Þannig að, sko, peningarlega ég hef aldrei tekið ákvörðun í rauninni á mínum ferli svona tengt einhverjum peningarlegum, sko, fattar mig. Þannig að ég fór bara heim af því að mér vantaði bara einhvern annan tilgang, bara, þú veist, það var eitthvað að deyja inn í mér, sko, það þurfti bara að lífga það við, sko, við leið bara ekki vel, þú veist, ég var búin að vera mikið einn úti og ég
jákvæður bjartsýnn oftast mjög glaður bara, og ég fann það var ekki lengur til staðar sko. Þannig ég, eins og ég segi, þetta ár í raunni bjargaði þá restina af ferðinum og ég endist á í einhvern x tíma í viðbót og þessi bara tími heim á Íslandi með vinum mínum og fjölskyldunni og líka bara frá að upplifa íslenska körfubolta sko, þú veist, ég var náttúrulega bara á hátindi ferli mínum sko, sem leikmaður var ég bara þarna í mínu besta formi, þú veist, og var að spila í Euroleague, þannig að ég held að líka sérstaklega út af því, þá var það mér sérstakt að ég var að fara að koma heim til Íslands og umbóðsmaður mér hélt bara ég var búin að tapa því sko, hann bara, nei, þetta ekki að fara að gerast, þú ert ekki að fara heim. Þannig að hann hélt alltaf áfram að senda á mig eitthvað tilbúð meðan ég var heima og ég sagði bara alltaf bara, ég ætla að vera heima, ég ætla að klára þetta ár heima. Þetta var svona sterk ákvörðun. Já, ég sagði bara, ég fekk góð tilbúð áfram, svona kannski heillandi, en ég var bara búin að ákveða þetta. Það var ekki séns að eitthvað kútt á það og fara aftur út, sko. En bara yndislegu tími í alla staði og fekk að kynnast íslensku körfubolta þarna á úrslitakeppninni og svo enduðu að við slísust við til þess að vinna þetta og já, bara ótrúlega gaman í kringu liðið, þú veist, mikið að gerast, mikið niður í miðbæ á prikinu og já, það var ótrúlega skemmtilegt, ég bara eitthvað sem að, já, svona, þú veist, þessi fílingur í Íslanda sem að þetta ekki svona rosalega strangt, sko, þessi mikli ægi og pressa, bara allt svo, já, fjölskylduvænt og vinalegt og eitthvað sem ég vantaði bara, þú veist, ég var að koma ógjaf af júgganum, þú veist, sem var þjálfarinn minn og þessi júgga, svona þessi rosalega ægi í þjálfurum og yfir öllu þessi, ég var bara komið gott að því að vera eitthvað neður svona fangelsaður alltaf í eitthvað svo, megi ekki gera eitthvað og þurfa að gera hitt, þarna fór ég bara heim og gera það sem ég vildi og nauti þessi bótt, sko. Hljómar svona smá án þess að greina þetta eitthvað mikið en þegar þú varst að, þetta sem þú segir með að bara kynnast vetrarhörkunni og æfingar og núðlusúpa og eitthvað svona, að þú væri bara smá að leita þér að eðlilegu lífi og meðan að sko aðrir sem í núðlusúpunni og læra fyrir eitthvað próf, þeir bara demaður, Jónar, já, það er til að vera nútíma. Já, einmitt, og þú ert að hugsa akkurat öfugt á sama tíma. Já, það er akkurat þannig, sko. Já, líka ég fekk að heyra það líka frá vinum mínum oft, sko. Ég var eitthvað kvarta maður, þá bara, Jón, veist, ég man að Helgi sagði þetta við mig þegar ég var í Dallas maður, þá bara var ég í sambandi við Helga Már Magnússon, vinn minn, sem var það út í háskóla í Bandaríkjunum. Bréfasamskiptum? Nei, í Dallas, þá er þetta orðið allt betra maður. Þá er þetta orðið, sko, það er 2004-05 eða eitthvað. Aha, okay. Held ég, 2003-04. Interneti komið. Þá var maður fann að ringja allan á milli. En þá bara hlustaði hann á mig rant eitthvað tíma og var ég bara, Jesus, hvað þetta er leiðilegt þetta maður. Ég er bara eitthvað fæ ekkert að spila og ég er bara eitthvað að æfa allan daginn maður og voru þreytt að fara á klúbbinn og bara, sé hvað þetta er morgið eitthvað maður. Og þú veist, og það bara kom eitthvað pása í símar og svo var Helgi bara, þetta grínast, sko. Veist, ég er í college, skilur, bara á campus, í einhverju þroti, í einhverju mötuneytismat, sko. Og og þú ert að kvarta, þú ert í NBA, sko. Og ég bara, já, shit, man, það er rétt hjá þér. Þannig að það var þetta fáralegt, sko. En ég, sama hvað þú ert, sama hvað þú ert að gera, þú veist, ef þið bara líður eins og þarna, sama hvað ég var, þá var ég ekki að spila, skilur, mér leið eins og ég væri ekkert að gera bara það sem ég vildi gera, þá líður manni þetta skringilega, sko. Sama hvað þú ert, sama hvað þú fá mikið borga. Þannig að ég var bara svolítið þannig, ég langaði bara að vera að spila körfubolta, sko. Þannig að þú kemur heim og spilar meiri körfubolta og náðar klukkin alveg marga klukkutíma á prikinu? Shit, já, alveg marga, sko. Vegamót voru heitir þarna líka, sko. Já, einmitt. Þessi tveist það er, þú fættur þarna á þessu? Já, ég er fættur þarna, sko. Já. En ekkert mikið meira en það. Bara, ég var til. Nei, við vorum ótrúlega mikið, sko. Bara gaman að ræða það núna, veist, við vorum alveg prófa og þegar við æfðum við en sem lið, já, tökum það fram fyrir þessum röðu, skilru, þá bara við vorum alveg mikið niður í miðbæ, sko, þetta lið Fannar Ólafsson var fyrirliðin okkar, sko Skarpín Ingason, ég, Helgi, Gummi Magbróður hans og Kobbi, þú veist Pálmi, það voru bara algjörði snillingar í þessu liði, sko, og við vorum rosalega duglegir að fara niður í miðbæ Reykjavíkur að fagna, alltaf að fagna, það var gaman, sko löfléttir, kannski full mikið svona undir lokin, við vorum farin að gera það í úrslitakeppninni líka en já, svo ótrúlega skemmtilegar bara minningar frá þessum tíma.
Já, mikilvægt að fagna líka, sko. Já, það nauðsynlegt, sko. En þú kynnir síðan konunni þarna líka á þessu ári? Já, þarna erum við byrjuð að vera saman, sko. Og það með þessar ákvarðanir í lífinu, þú veist, hefði ég haldið áfram eitthvað staðar í NBA eitthvað staðar, þú veist, þá var ég bara í einhverjum kakibuxum núna á New Balance, hvítum skóm, eitthvað kani, sko. Og þá var ég ekki hér með þér, líklegast ekki, sko. Og börnin mín, kona mín, allt sem ég á í dag, þetta bara, þú veist, ákvarðan að taka gegnum lífið, þú bara lendir á einhverju stað og svo bara, hei, vá, hvað ég fegin að ég gerði ekki eitthvað annað, sko. En það lifnar alveg yfir þér þegar þú ert að tala sko eins og að vera þarna heima með vinuðinum og hitta þá alla og spila körfu að hljóma eins og það hefur verið bara í rauninni svona það sem þið langa að gera versus þegar þú ert að tala eins og Rússland eða tímana áður en þú kemur þarna heim 2008, það hefur verið bara orðið helvítið þungt. Já, þetta svona líka bara einhver jarðteking sko fyrir mig að því að ég bara eins og ég segi, ég hugsa alltaf rosalega hlýtt til Íslands og er mikill svona Íslendingur stoltur og líður vel bara best hérna heima sko. Þannig að það sá tími var og svo líka held ég líka þetta þegar ég fer út svona mjög snemma og er lengi í burtu, ég missi af miklum tíma með vinum mínum, þú veist, og allt þetta sko, þú veist, þeir alast upp og fara í gegnum menntaskóla saman og komnir í háskóla og svona, ég einhvern veginn bara svona svolítið einn sko, þú veist, ég ger eitthvað annað þannig að þegar ég kem heim þá bara, þú veist, og þegar ég kom heim á sumrin, þá var ég bara, þú veist, mamma og pappi sáu mig ekki, sko, þá var ég bara alltaf að gera eitthvað, sko, alltaf busy maður, alltaf með vinum mínum að gera eitthvað skemmtilega, þá súma ég þetta allt upp og tók þetta allt út á einu mánuði á sumrin, fattaru mig og það var svolítið líka 2009, sko, þá tók ég þetta bara allt út á einu ári, af því ég vissi líka að ég var að fara út, þú veist, ég var bara að fara aftur út í atvinnu, sko, alveg klárt mál, sko, en þetta var bara svona stopp fyrir mig, bara í smá tíma það er bara, þú veist, bara and út og njóta og svo bara ég farin aftur þannig að já, eins og ég segi, þá var þetta bara mikill söknur skiluru og mikið tilfinningu sem að ég bara, loksins þegar ég var komin þá bara leið mér eins og ég væri bara, já, ég er komin heim. Geðveikt. Þegar þessi ár þarna áður en þú kemur heim þar sem þú ert út í Evrópu, þá ertu búin að spila í 3 stærstu deildum bara körfuboltans sem ítalska, spænska og náttúrulega NBA í Bandaríkjunum. Já. Fannst þér eins og að þú væri að fá verðskulda athygli fyrir að vera að ná þessu? Þú veist, þetta náttúrulega bara, þú veist, þetta var allt annar tími en núna. Það náttúrulega miklu meiri, betri umfjöllun boltan í dag, sérstaklega körfuboltan heldur en var á þeim tíma, þú veist, ég fekk náttúrulega bara massíft respekt úti og allt svoleiðis en ég skildi alltaf á heim á Íslandi var bara körfuboltan ekkit rosalega hátt skrifaður og kannski ekki mörg fordæmi heldur sko, fyrir því að menn var að fara út í á þetta level, auðvitað höfðu menn farið út í atvinnumennsku og allt svoleiðis en ég var kannski svo fyrsti fyrir utan Pétur Guðmunds auðvitað sem að gera það náttúrulega fyrir helviti lengur síðan meira sem hann fekk ekki verðskulda athygli sko á þeim tíma, þú veist, spáði því hvað hann var að gera sko, þú veist, hann var bara í alvöru að spila í NBA, ég kom bara aðeins í heimsókn sko og spilaði ekki neitt en Pétur var til dæmis bara góður leikmaður í NBA-deildinni sko, en allavega þetta voru auðvitað bara ólíki tímar og við bara frá því sem við þekkjum í dag, þú veist, það allt komið bara, þú veist, í síman bara, það bara eitthvað sem spilar eitthvað, það bara 2 mínútur setna ertu bara komið highlights úr leiknum og tölfræðina og bara umfjöllinin og þú getur horta alltaf þessi leiki í dag bara Stöð 2 sporti með sko sýni frá spænsku deildin í dag bara að geðveikt sko og ég get bara, þú veist, horta á leik heima í stofu helgar og horta á þess að stráka Hauk og Martin og Tryggva bara í spænsku deildinni skilur, það er ótrúlega skemmtilegt. Þannig að sko umfjöllinu var bara allt, hún var bara minni, þú veist, bara skiljanlega. Bara heilt yfir. En þú varst alveg að... Ég fann ekkert fyrir, ég hef ekki fengið eitthvað, þú veist, verðskulda athygli, þetta fekk þetta alveg smá athygli á þeim tíma. Ég var svo sem ekkert að spá í því, bara ekki neitt, sko, bara 0. Bara spila körfu? Bara gera það sem ég gerði, sko. En þú varst, það fræg, það var eitthvað auglýsing með þér og Totti, þarna út í Róm, eða ekki? Það er nú alveg þokkalega stórt. Já, sko, körfuboltinn í Róm var mjög stór, sko, og bara í öllum þessum borgum sem ég hef verið í, hefur körfubolti verið mjög stór og í Róm þá var
svona mikill samgangur milli fótboltans og körfuboltans og við tókum þáttan í einhverju auglýsingu einhvern tímann og líka með Rossi mannstu honum það var á miðjunni þarna góðu líka sko en allavega þá var ég í einhverju auglýsingu með honum á einhverju spjaldi svona stóru billboardi niður í bæ. Þannig fólk þekkti alveg þegar varst að lappa göturnar eða? Já, þú veist og það var, ég var spilað í Napoli til dæmis sko, þú veist það var alltaf æði þar bara körfuboltaæði? Körfuboltaæði, náttúrulega Maradona fótboltaæði sko, þeir eru ofboðslega sko, tilfinningaríkir og blóðheitir, rosalegt hjarta sko, eitthvað sem maður bara þú upplifir hvergi annar staðar þannig að já, ég meina fólk þekkti mig alveg, ekki spurning En þú ert þarna komin út að nefndi Napoli, það var nú eitthvað svona mafjósa umhverfið eða ekki? Jú, ég svo sem upplýði það ekkert sá einhvern veginn aldrei þær hliðar á borginni, bara þessa tilfinningar maður, þetta bara fólki lifði fyrir, þú veist, íþróttir, þú veist, fótbolta, körfubolta og bara algjörlega all in sko og því lít passion hef ég bara hvergi séð annars þar, heldur en í Napoli sko þarna bara fyrir sunnan sko, þú veist, og Róm líka og meira sér á Spáni en Napoli eitt af þessum geimsteinum sko, eitt af þessum borgum og bara stöðum, þú veist, þarna Amalfi-skaginn og þú veist, Napoli-flóin og Capri og maturinn og maður, það er bara þeir tíma voru yndislegir sko. Leði vel þarna? Spáði hvað, ég er búin að vera heppinn þú veist, að búa á þessum stöðum, öllum bara, ég meina Bandaríkin, Rússland, Spánn, Ítalía allt saman, Þýskaland líka þarna í byrjun Þýskaland, já en þú veist, spáði forréttindi maður fá að upplifa þetta allt saman geðveikt sko og þegar ég hugsa tilbaka þá oft fór mikil orka og svona í það að vera bara með heimþrá oft sko en þú veist maður var með þetta allt fyrir fram að sig og maður kannski bara nautaði sig ekki alveg nógu vel sko en ég kann að með þetta svo rosalega núna þegar ég eldist þú veist, og er horfið tilbaka þá bara hvað þetta var ótrúlega yndislegu tími. Hvar leiði best? Hvað svona borg eða land fílaði mest? Ég myndi segja, mér leiði ofboðslega vel á Ítalíu en einhvern veginn Valencia og Spánn er bara með svona svona sérstakann stað bara í hjarta mínu sko og já, Spánn af því að náttúrulega þá var ég með konu minni og fór að eignast börn sko, fór að punga út börnum þannig að ég þetta bara þær minningar lifa einhvern veginn svona lifa ég einhvern veginn sé það allt saman fyrir mér miklu sterkar heldur en allt hitt sko, því að leið og eignast fjölskyldu þá er einhvern veginn alltaf undan því svolítið bara þú veist, þá er svolítið bara köttað á það sko. Já, bara ekki meira prikið og... Nei, ég veit það skiptir eiginlega bara, það skiptir allt annað bara engu máli, þannig að já, dýrmætasta svona kannski á mínu ferli, það eru okkar tímar úti á Spáni, það var hérna Saragossa 3 yndislega ár, Valencia og Malaga þetta eru síðustu árin minn í boltanum sko. Já, ferð svona víða þarna á Spáni Já, tek 3 ár, já, ég var í Granada mér séð sko, 2 ár voru þar saman líka, shit þá verður hérna, kona minn ólétt af hérna, Noel sko, Guðmund Noel, mínu fyrsta í Granada, setna árið okkar þar og svo erum við náttúrulega bara sama fjölskylda, svo kemur Stefania setna og hérna en Stella Rut, minn yngsta hefur svo sem ekki upplifað útlöndin en hérna, við erum þá hérna samar fjölskylda og þeir tímar einhvern veginn og Valencia sérstaklega, af því að bara borgin er yndisleg, þú veist, bara svona einhvern veginn óslípaði demantur hérna í Spánalandi sko, og lítil, samt á ströndinni og stutt í allt einhvern veginn, maturinn, kultúrin, allt svo rólegt. Það er mínus 10 gráður sko. Veðráttan, þú veist, bara alltaf aldrei neitt vesen að klæða neitt í föt, þú veist, eitthvað bara fara út, bara hei, vorum úti allan daginn, skilur mig. Spænskvar hádegismatur í 3-4 tíma. Þetta er auðvitað bara, þú veist, þetta er lífsgæði, sko. Ódýrt að borða, maður. Bara njóta lífsins, þú veist, þannig að þú heyri það alveg á mér að Valencia var, þú veist, mjög dýrmættur tími og fallegu tími. Hvaða ára er það sem þú ert í Napoli? 2003
það var eftir Rússland. Já, það var beint eftir Rússland. Og varst ekkert að lenda þar í einhverjum það var annað ævintýri maður. Rússlands eigenda fílingnum. Það var ekkert verið að berja dómaran. Nei, ekki berja dómaran en Mr. Majoni fórsetinn þar, sko. Það var líka fórseti. Gott, góð nöfn á þessum. Já, svona, það er allir svona, þú veist, þeir eru mafjósa legir, sko. Já. Þeir báðir, sérstaklega. Majoni var svona, já, þeir segja nú að hann hafi verið tengdur en ég svo sem fann aldrei fyrir því, sko. Þú veist, sá aldrei neitt eða upplýði neitt sem var svona eitthvað mafíulegt, sko. En það var annað ævintýri og fara til Napoli, annars svona smá frumskóver niður frá, sko. Mikil óreiða og mikil munur á norður og suður Ítalíu, þú veist, rosalega skipulag og svona ægi fyrir norðan, svo bara suður, þá bara allt í klessu, sko, þú veist, og en fólkið alveg yndislegt og liðið var gott, stóðum okkur bara frábærlega, unnum bikar og vorum, já, það var svona stjörnulið svo til líka, við bara, þú veist, svona svipað og Rússlandsdæmi þá var allt í hennu bara rosa mikill budget og það var bara búið til ótrúlega gott lið. Allt í hennu mikið budget. Já, þú veist, bara eins og í Rússlandi, það var bara budget. Róti Jónaf kom bara með olíupenning og bara, ég ætla að gera lið, maður. Svo það fór þá á hausinn, 2-3 árum seinna, held ég, sko, af því hann lenti ykkur rifrildi við borgarstjórn í Pétursborg. Þá var hún sparkað út, sko. Já. En þarna í Napoli var svipað, það var bara rosa budget og allt að gerast og ítalska deildin alveg geðveik sterk, sko, og öll liðin bara allt í hennu með svaka budget. Allt á blúsandi svingmaður og ótrúlega sterk deild og við bara vorum ótrúlega góðir. Komumst langt í úrslitakeppni, hefðum alveg hæglega getað unnið það og tókum bikarinn, unnum bikarinn sem er stór, bara mikið afrek, skilur, og qualifying fyrir Euroleague, þannig að já, bara svona eins og Rússland, bara ótrúlega gekk vel körfuboltalega, þú veist, og fyrir mig persónulega líka, bara gekk ógeðslega vel. Þannig að það hjálpar þetta þegar karvan gengur vel, sko. Þá líður manni vel. Já, það klikkaði hugsa út í þeim að bara fengið tækifæri til að vera að fara þarna á milli, maður, bara allra þessa staða og bara spila 1 ár hérna, 1 ár hérna, 1 ár hérna, auðvitað náttúrulega erfitt, mikil pressa og kannski ekkert þægilegt að vera að flytja svona ört og eða þá að vera með eitthvað stutta samninga og eitthvað svona, en ég skil vel að á meðan sem stóð þetta hafi verið kannski svona erfitt að taka þetta allt inn, en bara núna er þetta að tala þetta og þú veist, lýsa veðráttinu og bara hádegismatinn í miðri viku, þetta hljómar eins og þetta hafi verið bara svolítið exotískt, sko. Já, ég bara, þú veist, maður vaknar á morgnana og þú veist, það er bara hortið við Napoli-flóan, bara sólin og alltaf gott veður og þetta, þú veist, maður mörgu liti bara mjög degraður, sko, þú veist. Og já, en þrátt fyrir allt þetta, þá bara þráði ég nístandi kulda og myrkur. Og núðlur. Því að það er það sem ég veit ekki hvaðan það núðlu komment kom, sko. Nei, frá þér, ég er ekki að leggja þér orðið í munn hérna. Já, ég hef aldrei verið að borða neitt af núðlum, sko. Þú talar svolítið um námið þarna, bara að sér eftir að hafa ekki mentað þig, síðan þarna í þessu kvóti sem ég hef alltaf verið með svona eitthvað samviskupið yfir því að hafa ekki mentað mig og það hefur fyllt mér og mamma var alltaf að segja við bara, þú verður að klára stúdent. Þú verður að klára stúdent, ég bara, já, ég geða nógu tími, svo líða árin maður, svo líður tími hratt, þú veist, ef ég get bara, þú veist, ef maður er svona, já, eldri og reynslu meiri og allt þetta, ef maður ætlar að ráðleika einhverju svona, einhverju sem er að fara svona feta mín spor út í þennan heim og þá er það að nýta tíman í menntun, sko, skilur mig. Kláraður stúdentin? Fara vel með peningana og nýta tíman í menntun. Já, ég kláraði hann í fyrra. Í fyrra? Já. Gekkja? Ég fer, sko, þegar ég er í MS þá kláraði ég 2 ár og svo tók ég fjarnám þegar ég var í Granada, tók svona eitthvað 1 ár meira og minna í fjarnám og svo fór ég í háskólabrú í Keili, svona háskólabrú fyrir viðskipt og hagfræði í fyrra og kláraði stúdent. Þess að það er bara, já, það er stúdentspróf í raunni. Var stúdentsveisla? Sko. Nei, það var ekki stúdentsveisla. Það var svona eitthvað spá og spekulara en þetta var, það COVID ástand var náttúrulega skollið á, þannig að það eiginlega bara fjallum sjálfsig, sko. Já, það inni bara, setja púin á allt svoleiðis. Vinir minni vildu að ég myndi halda eitthvað stúdentsveislu og var að pressa á mig. Fannst það eitthvað fyndið við það að ég væri með stúdentsveislu þarna á 40-saldri.
en nei, það var ekkert úr því að hérna, ég á það inni sko, en það er allan gott að klára það, fattarum mig og svo var svona stefnan að fara beint á í háskólan núna í ár og beint inn í viðskiptafræði en einhvern veginn bara slísaðist ég til þess að taka 1 ári viðbót var það bara alveg bölvaður körfuboltinn, ég einhvern veginn fann það bara, þú veist, þetta skiptiði mig bara miklu meira máli en ég hélt sko og hérna ég einhvern veginn gæti ekki hugsað mér að enda þetta, þú veist, og líka þetta endaði einhvern veginn aðstæðlega þetta tímabil, það var allt í hennu bara allt blásið af og það átti þetta að vera bara búið, ég einhvern veginn gæti ekki sett mig við það sko, ég hérna fann það bara líka í sumatímanum, ég langaði óbáslega að spila þannig ég setti námið á hold átti að fara að sinna þessari umboðsvinnu meira var eiginlega búin að komitta þar og svo var ég náttúrulega bara með litlu Stellu sko, hún var hérna að fara inn á ungbarnaleikskóla hérna í miðan október og ég átti náttúrulega að vera með hana heima Lilja var að byrja að vinna eftir fæðingarólof, þannig að þetta var svona bara ok, bara ég fer ekkert í þetta námar, ég hef ekki tími í þetta setja á frest, en einu sinni sko situr á hakanum en hérna, ég stefni að því að taka, þú veist, nám og á næsta ári og það er svona allan að plana eins og er í dag sko. Hljómar smá eins og sé hérna ekki út að ég þarf þess eða eitthvað sko, það kom einhvern veginn upp bara löngun í að vilja læra eitthvað, þú veist, og mennta mig í einhverju ég ætla að bera saman sko þegar þú varst að tala að þú fórst hérna út í Bandaríkjana fyrst og síðan þegar þú sagt Jón, þú mátt alveg koma heim með það langað og þú svona, ok, ég tek það smá yfirbót og ég tengi við það sko og síðan þarna, Jón, þú getur hætt í körfuboltanum nei, ég tek 1 ári viðbót þetta var svona ok, ég bara hætta þetta bara kemur aldrei aftur þetta er bara það er vont maður af því ég veit það, það kemur aldrei aftur og hérna og ég nýt þess, þú veist, það mikið að spila ég hef það mikið gaman að þessu og ég er líka bara í góðu standi þú veist, líkamlega, ég get alveg spila þannig ég ætla bara einhvern veginn að, þú veist, að ljúka þessu þá ég verð kannski ekki eitthvað eins góður en ég ætla að þá líka þessu bara mínu forsendum og verð sáttara þá við exiti sko Fattar þú? Algjörlega, fólk í hérna kringuðu í körfuboltanum talar um að þú sért mjög svona agaður og tipp-topp í öllu tengt körfunni og fagmannlegur þar en síðan utanvallar þá getur þú verið svolítið utan við Já. Ertu sammála því? Já, algjörlega sko svolítið haugur Nei, ég er bara, þú veist kannski of svona of rólegur í tíðin einhvern veginn og hérna getur verið mjög kærlaus og verið með svona framkvæmtafælni og kvíða og hérna en allt tengt körfunni, þá get ég mætt á tíma og verið skipulaður og agaður og æft vel en í öðru eitthvað minna bara slagur Já, mjög slagur en ég held líka núna þegar sko ég var að segja við að plana exiti sitt sko, það er mikilvægt og ég er svolítið reka mig á það núna hérna, þegar ég er að fara að hætta að það að plana þetta exit, það tekur alveg þú þarft að taka alveg 3-4 ár í það sko, af því að það er meirinn að segja að hætta að gera eitthvað sem er búið að einkenna þig, skilur, allt þitt líf eins og Karvan er búin að gera veist, í mínu tilfelli sko ég er bara Jón körfuboltamaðurinn, Jón þú veist, þannig að þú þarft að byrja þetta prósess að hætta mjög snemma og hérna og þá held ég sko að þið líður bara betur með það, þú ert einhvern veginn öruggari bara að segja skilið við þetta og í mínu tilfelli núna þá þessar tilfinningar sem ég hafði bara ég get ekki hætt, þú veist, mér langar ekki að hætta kannski var það bara líka af því að ég var ekki nógu ég var bara ekki búin að plana þetta nógu vel, skilur mig þú veist, ég bland við það að vilja bara endalaust spila áfram því að það er svo mikið passion í mér ennþá mikið metnaði fyrir körfubolta en örugglega partur af það er líka sá að ég var kannski ekki með þessi næstu skref kannski nógu vel plönuð, þú veist og hérna, þá er það, getur það verið að vera með, þú veist, námið klárt, þú veist, með þetta diplóma og kannski eina sem ég var náttúrulega búin að vera að mappa og plana var þessi umboðsmennska, skilur mig og sá fyrir mér þar eitthvað tækifæri að gera svona einhverja hluti hér í Skandinavíu kofvera þann markað, koma honum einhvern veginn svona á framfæri náttúrulega með mín tengsl og samband sem ég hef öðlast á mínu ferli að geta nýtt þau
aðstoða þá yngri við það að koma snemma út og kannski fá að upplifa þessa atvinnumennsku og þennan heim sko, eins og ég gerði. Þannig að það var svona kannski mín hugmynd en þú veist, ég get hæglega gert eitthvað með því, fattar mig. Já, það er náttúrulega líka bara óttið með það, þetta er ekki bara eins og tölum fjárhagslegt eða eitthvað svoleiðis, þetta er líka bara, ég verið að gera eitthvað, ég verið að stefna að einhverju. Og líka að fá eitthvað svona brennandi áhuga á einhverju. Ætli það sé ekki bara málið, fattur þið? Bara, vá maður, bara þú veist, fara á kaf í eitthvað eins og ég gerði þá, þú veist, eins og karfan hefur alltaf verið, sko. Fá bara brennandi áhuga á einhverju og bara stúdera það, sko. Það sem þú ert ekki að spyrja þig hvort þú ætlar að fara á æfingu eða ekki, þú bara brennur fyrir þetta. Akkurat, sko. Þannig að það kannski vantar svolítið, að ég finni það svolítið hjá mér. En það kemur, ég er alveg viss um það. Það er margt sem ég get gert, skilur, og margt sem að þá má ekki, sko, gera lítið úr þeirri reynslu að vera í þessum heimi, skilur, í íþróttaatvinnu, þessum heimi sem ég hef, öll þessi reynsla sem ég hef, þú veist, hún nýtist vel á hvaða vinnustað sem skilur við mig. Og í mörgum skemmtilegum verkefnum, við erum alveg viss um það. En í dag þarftu bara að vera með eitthvað, skilur, hérna í höndunum bara, ég hef lært þetta, þú veist. Það er mjög mikilvægt. Auðvitað get ég gert eitthvað sjálfur, þú veist. Það er náttúrulega líka bara í myndinni, að kýla á eitthvað og eitthvað sem ég hef áhuga á. Það er skemmtilegt, sko. Skapa eitthvað. Það er alltaf option. Lóka aðeins að spyrja það út í að vera nú ekki hjá því komist að taka eftir því að þið eru 2 bræður að spila í efstu deild í sikkuri íþróttinni þarna á ákveðnum tímapunkti. Hvernig stendur á því? Hvernig er það hægt að 2 bræður komist svona langt í sinni íþrótt? Er einhver sameiginlegu nefnari þarna með ykkur? Fyrir utan pungin á pappa? Já, er einhver annar en sá? Já, það er örugglega eitthvað margt í okkur sem þú veist, hvað það varðar, eitthvað líkt í okkur, eitthvað dræf, eitthvað metnaður og eitthvað ægi og... Þú talar heimspekin áðan, er það eitthvað sem... Nei, ég er ekki, sko, þú veist, Óli, sko, hann gaf mér nokkra bækur á þessum tíma og svolítið, opnaði þetta svolítið fyrir mér, en ég kóf svona aðeins í þetta ekkert eitthvað svakalega djúft, ég svona snerti svolítið bara yfirborðið og fór aðeins dýpra og það heillaði mig á þeim tíma en ég er ekki það djúpar, ég þurfa að fá svör við öllu, skilurðu ég er svona svolítið einfaldari bara hvað það varðar, ég er bara svona líka glað og er ekkert svona endalist í leita okkur svörum og er ekkert að fara að líka okkur saman hvað það varðar, fattar mig en og Óli er bara allt öðru leveli hvað það varðar, þú veist, hann er bara hugsuður. Er það? Óli? Já, hann er bara brilljant gaur sko og auðvitað horfum maður upp til hans og hann hefur alveg haft áhrif á margt sem maður hefur gert, þú veist, ósjálfrátt að ég veit það ekki en hann hefur auðvitað verið mikil fyrirmynd fyrir mig, þú veist, sem íþróttamann og bara sem mannesku, þú veist, bara eins og systkini mín hinn og mamma mín og pappi, sko, en auðvitað hefur hann náttúrulega verið mikið svona áberandi í íþróttalífinu og ég hef náttúrulega verið í atvinnumanna heiminum líka og þannig gátu við kannski, þannig tengdust við á okkur vissan hátt og maður gæti kannski svona leita einhverja ráða hjá honum og allt svoleiðis og hvernig hann tæklaði hluti svo svona fylgdist maður mikið með honum í viðtölum og hvað hann var að segja og svona og samskiptum voru ekkert mikil sko og er ekkert mikil þó að sé mikil bræðra ást og allt svoleiðis, góð tengsl en samskiptum voru aldrei mikil á milli okkar það var eiginlega bara þegar við hittumst heima sko og kannski eitt símtal hér og þar en já, samnefnarinn örugglega bara eitthvað í okkur, þú veist hvað tengist þessu keppnisskapi og þú veist að bara svona kýla á þetta kannski sjálfströst líka bara að trúa að þið getið þetta það ekki sko, líka sjálfströst kemur náttúrulega með því sko að vera duglegur að æfa og auðvitað einhverju meðfættir hæfileikar auðvitað líka sko en ég held að þetta keppnisdræf í okkur sé svolítið líkt keppnisskap í ykkur já, og hugafarið jákvæðir og allt þetta sko sem mikilvægt já, einmitt og miklu liðsmenn auðvitað, þú veist og
ekkert einhverju svakalegir egoistar svona, já, jartengdir myndi ég segja þetta svona, kannski þessi atriði sem eru kannski svona lík með okkur bræðurunum Þetta bara náttúrulega skemmtilegt að þetta atvikist svona, þið eru bara framúrskarandi tveir Íslendingar á heimsmælikvarða og bræður og í sitt hverju íþróttinni Já, það eru þetta svolítið sérstætt sko og gaman, ég menna bróður mér var líka óbúslega góður í fótbolta og systir mér var mjög góð í tennis og hérna þannig að öll í sitt hverju íþróttagreinu þetta sem að orðið frægt Ertu, þú varst að segja mér á að vera að smíða eitthvað daginn Ertu mikið í einhverju handa vinnu? Nei, en sko það með sum verkefni, eða þú veist með svona eitthvað verkefni það sem að ég ef ég fæ áhuga á því sko, þá bara ég þú veist, þá ég all in sko og ég hefði getað verið bara að smíða alla nóttina en koni minn þurfti bara að berja mig ofan í rúmið sko, stundum þá fæ ég svona, það svona hellist yfir mann eitthvað svona smá manía sko og þá bara, þú veist, ef ég fæ eitthvað passion fyrir eitthvað, þá ég þannig sko og ég var að gera upp húsið mitt bara basically heima sko vorum að gera upp neðri hæðina og þá þurfti ég að gera bara ýmislegt hefur raunin aldrei unnið neitt mikið með höndunum Bara lærið þetta? Já, ég hef náttúrulega með tengdapappa sem að góður smiður og hefur byggt hús og svona og pappi náttúrulega gera allt heima á sínu tíma þannig að ég get alveg lært þetta sko þú veist, ég ekki með þum að lága öllum ég get alveg lært þetta og hefur rosalega gaman að því og við slóum upp að veggjum saman og svo þetta gifsa þetta svo þetta bara svona ímislegt sem ég þurfti að gera þú veist, preppa eitthvað fyrir iðnaðarmennina og læriði líka bara helling sko í þessu ferli og þá einmitt út af þessari maníu þá bara shit man, ég fer bara í húsasmiðarmeistara sko ég tek bara smiðin á þetta og ég var alveg hugsaði það alvarlega sko í korter að fara bara í smiðin sko það farið að borðinu eða? Nei, en þú veist, það bara svo mikið að kunna að smíða þú veist, bara algjörlega þú veist, bara kunna eitthvað hluti, það bara svo gaman ég einhvern veginn hefur ekki gefið mér hérna, já, þú veist, já, það allan, það ekki af borðinu ok, við höldum þessu opnu en það ótrúlega mikilvægt og ég hef lært helling, sko en mér langar að læra meira þú veist, að smíða já, sérstaklega fyrir allt hús þú veist, það alltaf eitthvað viðhald og það morgið að vera alltaf að ringja og bara þú veist, að retta sér einhverjum smið eða einhverjum kalli, sko að koma að laga, tengdóttur alltaf að koma að gera allt, sko það bara græða þú þetta það bara græða þetta en ég hef aldrei verið stoltur auðvitað fyrir utan margt, þú veist, börnum mér á þetta eins og þú veist, sem sjálfsagt að svona einhverju smíðaverki eða einhverju sem að þá stóði ég stundu bara og horfði á þetta þegar það var klárt bara, vá maður, bara veggurinn tilbúin bara þetta væri eitthvað listaverk Þú bjóst það til frá grunni? Já, við bara, þú veist, það bara já, þetta svona, það þarf líka að hugsa og reikna út og sjá fyrir einhverju hluti og svona, þetta ekki bara að byrja að hamra, sko svo að eiga réttu græjuna líka, við reikjum með það skiptir ofboðslega miklu máli eiga alvöru græjur vera með eitthvað gott vesti og hamarinn hangandi framan á kassanum þú veist, þetta leggja hluti frá þér alltaf sko það fyrir helmingurinn af tímanum þú veist, þú ert að smíða á svona það fyrir bara helmingurinn af tímanum í því að leita einhverju drasti sem þú leggur frá þér okkur fárlegum stað það kemur smíðabeltin í söguna sko já, það var kannski slemt að vera smá utan við sig já, það, akkurat og já, það var bara ógeðslega gaman þú veist, að læra eitthvað nýtt ótrúlega gaman og hérna, ég sé alveg fyrir mér að ég verði alveg virkur í því heima þú veist, að dytta hlutum og halda þeim við og kannski smíða eitthvað, ég að fara að smíða pall þú veist, í vor, ætla ég að fara í pallin og heppin bara að tengd og hjálpa mér og pabbi, þú veist þannig að hérna, fæ ég svona smá handleiðslu Það verður engin tími til að mennta sig í vor og þú ert að fara að smíða pall Já, það ógeðslega margt sem ég langar að gera en það bara svo lítill tími maður, hvernig fer fólk að þessu? Já, segðu Ég hef alltaf sko ekki látið fyrir þú hefur ekki gert mikið Nei, en sko ég velti fyrir mér svona þeir sem að sko að skara fram úr í ykkur bara ótrúlega ábyrjandi að gera ógeðslega margt það hugsaði bara hvernig hefur þessi einstaklingu tíma í þetta en þá oftast uppkomið börn kannski eða engin börn þegar ég finna alveg sem faðir að það fer ótrúlega mikil tími og orka í börnin sko, bara eins og þetta á að vera
Ertu að horfa á okkur sérstætt ef fólk maður væri að gera, nei, ég veit ekki, ég hef náttúrulega lesið fullt af fólki sem að hefur, þú veist, tónlistamenn og einhverja Nóbelsverðlauna hafa og leikara og bara eitthvað fólk sem að skilur eftir sig bara eitthvað svona, þú veist, bara hey, wow, bara eitthvað svona eitthvað góðsögn, sko. En það er smá samnefnari þarna, sko, og það er oftast, sko, margar eiginkonur, margir skilnaðir og kannski mikið af börnum og kannski ekki endilega gott samband, skilur við þau, fattar mig? Og sko af því að náttúrulega bara þú verður þú þarft að vera ofbáslega svona sjálfselskur og egocentric og ef þú ætlar að gera eitthvað, bara breyta heiminum eða ert með eitthvað markmið að gera eitthvað stórkostlegt, það fer rosalega tími og orka í það og þá er bara ekkert nógu mikill tími eftir fyrir þá skilur fjölskyldu eða eitthvað svoleiðis sko, börn. Eða þú mistið þá mögulega af svona einhverjum grunnmótunar tíma til þess að kynna staðalanum eða eitthvað svoleiðis. Akkurat sko, þannig að sko það er smá samnefnar eða þú veist, það eru bara fórnir hér og þar, þú veist, hvað ætlar að gera í lífinu, þú veist, og hvað skiptir þið máli í rauninni. Þannig að Já, einmitt, hvað skiptir þig máli, sko? Það er náttúrulega, þú veist, auðvitað freistandi fyrir þig sem körfuboltamann að koma fram og bara, titlarnir og þetta á þessum liðum og þarna og bara búið til eitthvað svona legacy sem körfuboltamaður en það er engin eitthvað, og hvað var mörg börn og hvernig er samband þessu börni eða konuna eða þess áttar, sko. Já. Það skiptir mig máli, þú veist. Börnin, fjölskyldum mig skiptir mig öllu máli og og ég held að það sé svarið við öllu, sko. Það eru margir eins og bróður minn gegnum tíðina, sko, verið að leita svörum og kafa djúpt í heimspeki og allt, sko. Bara til hvers eru við, hver er tilgangurinn og svo bara áttar maður sig á því, held ég, að flestir á einhverjum tímapunkti á banalegunni eða einhver tíma, það eru börnin, sko, og fjölskyldan, konan. Það sem er maður næst, fjölskyldan, Og stúdentsprófið? Já, ekki, það skemmir ekki. En það er tilgangurinn, fattar mig. Þannig að, þú veist, það er gaman að vinna einhverja titla, að vera góður í körfu og svona og fá okkur respekt fyrir það, en at the end of the day þá skiptir bara annað meira máli, sko. Þetta eru geggjaðar sögur. Þú ert búin að gera svo margt, maður. Þetta er, veist, bara eins og þú sagðir þetta náðan, hvernig hefði þetta fólk tíma til að gera þetta? Veist, sama tíma er fólk bara, hvernig í ósköpunum fór hann aðeins, Jón, hvernig er þetta að vera svona góður í körfu? Hvernig er þetta að komast þangað og bara einhver Íslendingur komin í NBA-deildina? Auðvitað fór rosa mikil tími í þetta, skilur, það fór mikil tími í æfingar og þetta er náttúrulega bara vinna manns og lífstíll og bara lífið manns, þú veist, það snýst allt í kringum þetta er ekki bara, þú veist, að eyðir einhverjum nokkrum klukktímum á dag í æfingar, þetta er alltaf, þú ert alltaf meðvitaður næstu æfingu, síðasti leikur, skilur, þú ert kannski að hugsa hann, sko, endalaust af því að þú stóðstu illa, sko, þú ert bara fullkomnum áriðan bara alveg að drepa mann, bara, þessi mistök sem ég gerði, bara, akkur var ég ekki betur andlega undirbúin eða akkur var ég ekki betur standi, akkur var ég svona lélur og svo er næsti leikur sem þú ert að hafa ágjur af eða bara hlakka til alls konar tilfinningar, þannig að þú ert einhvern veginn alltaf svo þetta hvílaði fyrir næsta æfingu, hvílaði fyrir næsta leik af því að líkamlegt álag er mikið og andlegt og mikið press og allt svoleiðis. Þetta er ekki bara, þú veist, að horfa yfir Napoli-flóinu þetta bara og fara á æfingu og svo þetta bara kúplaði út og svo ertu bara búið í nefið. Maður er einhvern veginn alltaf þú veist, þú ert alltaf með þetta í hugan, skilur, stanslaust þegar þú ert í þessu, í atvinnumennskunni. Þannig að það snýst ekki bara nokkra klukktíma á dag í æfingu eða leiki, þetta er bara lífstillin, þetta snýst allt í kringum körfubolta, sko. Það er bara að næra sig, hvílast, skilur, þetta er bara, þú veist, þetta er bara skipulag, allt sem maður þarf í þetta, sko. Fer bara mikil tími og orka í allt þetta. Engin spurning, það er bara ég geti rétt ímyndað. Og sumir geta, þú veist, geta lært með þessu og gert annað, kúpla sér svona út og aðrir eru kannski bara meira með þetta bara í hausnum alltaf og líður eins og þeir geta ekki gert neitt annað, sko, kannski var ég þannig, ég veit það ekki, en þetta er alveg, þú veist, þetta er tímafrekt. Já, en tíma vel varð. Já, en eins og ég segi, þú veist, menntunin hefði alveg verið hægt að tróða hennin þarna einhvers staðar. Þú veist, maður hugsa alltaf, bara 4 ári eða 3 ári námi, þetta er að langt, maður. Svo bara eru liðin
þú veist, ég hefði getað mentað mig sko 3 sinnum sko, Já. fattar eins og Björn Freðarsson sko, bara hvað var hann með mörg nokkra gráður. Já. En svona þetta maður, þú veist, you live and you learn. Nákvæmlega. Þú voru mætir, sko, næst ég heyri þér, þá voru komið með pall og einhverja háskólagráð. Já. Það er markmið. Jón, geggjað að tala við þig. Takk fyrir að koma. Sömuleiðis, ég ætlaði nú að spyrja þig einhverju spurningum, ég var búin að lofa því. Við geymum það bara seinna. Já, ég ætla að snúa viðtalinu. Getum líka bara gift það til eilíðar. Ok, ekkert sem þú vilt segja, eitthvað. Ég ætlaði bara að segja já, heyrðu, já, varandi hlaupin. Nú er sko kona mín, hún hleypur mikið og nú erum við með þessa bók frá Arnari alltaf á, skilur, á svefnborðinu og er að stúdera það. Einmitt. Þú veist, það er ótrúlega mikil svona pæling á bakvið þetta. Já. Þú veist, að verða góður hlaupari, alveg bara svona, þetta er ekki bara reima sér skóna og fara út að hlaupa. Nei, Arnar er svolítið að taka vísindalegu nálgunin á þetta. Já. Og eins og með bara allt kannski eins og þú varst að lýsa íþróttum til að, eða svona æfingum til að byrja með að menn fóru bara út að hlaupa. Hvað? Það var gaman að segja svara þú ert að fara að hugsa, skilur, þú ert að fara að svara spurningunni. Loksins er ég farin að hugsa. Þú ert að snúa þessar umræðu ekki hlaup. En þá, þetta er alltaf bara búið að breytast og komið svona ákveðin polarized þjálfun sem er, þú veist, þegar þú tekur á því, þá tekur þú massist á því, þegar þú hvílir, þá ert að hvílir. Þannig að þú ert ekki alltaf í stöðu og Arnar náttúrulega bara listar þenni, þú veist, þau eru opnað bókina eða? Nei, þetta er bara töflur og gröf og mjölkusýru þröskuldar og VO2max og súrefnisupptaka. En ég meina svona þjálfunin orðin, þú veist, í dag, bara áður fyrir var þetta bara, þú veist, þú hleypur, við bara förum þetta út í skó og við tökum spretti, við hlaupum bara þangur til einhver nánast deyr og þá er það góð æfing. Fattar þú hvað við? Já. Þannig var þetta svona, þú veist, snemma á ferlinum og svo náttúrulega fyrir þetta að breytast, skilur, þannig á mínu ferli, þú veist, æfinga álæði var helviti mikið, þú veist, það vera að æfa bara stanslust, þrátt fyrir leiki álæg, skilur, það var svolítið svona, kannski dróðaðins úr manni, sko, en í dag er þetta meira að vera að hugsa mér í recovery, það er miklu meiri vísind á bakvið það sem að, þú veist, þjálfarar og menn er að gera, sko. Hvernig er þetta breytast? Erum við að tala um bara síðustu 10 árum eða? Sko ég er náttúrulega með þannig svona frekar old school þjálfara eiginlega bara allan ferilin, mjög góða þjálfara en svona svakalega svona trú á þetta, þú veist, að bara æfa út í óendanlega, þú veist, og þá eru margir meiddir og maður meiddist oft, þú veist, bara svona alveg bara típisk meðisli tengt svona álægi, þú veist, svona þessi vöðva rif hér og þar og allt svoleið, sko. Þú varst alveg að rífa ykkur á vöðva? Ég var að rífa vöðva, þú veist, og það var ekkert skrítið maður, þú veist, það var líka allt í kringum maður, voru menn að meiðast og svo bara það var næstu bara flógin inn, sko, skilur það var ekkert bara, heyrði bara coaches, við þurfum með eitthvað endurhugsa þetta, sko. Það var aldrei svoleiðis, bara næstu inn en svo svona kannski í lokin á tímabilinu þegar, sko, það fann maður að þegar sko það fór aðeins að breytast, það minnkaði æfingaálægið og þá fór kannski að fjölga aðeins leikjum þegar þú fer inn í úrslitakeppni og svoleiðis, fattar það mig, þá viltu vera bara upp á þitt besta. Já. Og þá fannstu, það var þessi ávinningur, þá fannstu sko, að það skildur kannski allt álægið á undan. Þá svona fannstu að váka ég er í góðu formi, maður. Einmitt. En voru ekkert að lendi því að koma svolítið svona útbrendir einhvern veginn inn í season? Meirinn ekki sko í mínum liðum. Okay. Það er einhvern veginn við píkuðum þá bara svo náttúrulega bara með hækkandi sól og menn bara þetta er lokin á þessu, skilur, svo fer ég farin heim. Eitthvað svona tilfinningar líka, sko. Já, bara peppast menn allir upp, sko. En sko, þá er þetta endalausa alltaf verið að leggja áherslu á öll detail, hamraðinu hausana er allt árið, sko. Þú veist, þessi þjálfari er bara með því bara ég er að reyna að kenna synum mínum að halda rétt á skeiðinni sinni og það er bara alltaf okkur einasta degi, bara Noel, bara halda rétt á skeiðinni hann bara af hverju, ég bara af því þú veist að bara halda rétt á skeiðinni, skilur hann en það er bara það, þú verður að vera í þessu sko, hamra á details og þú ert bara djöður í hann þreyttur á þessu en svo fattar það að þú ert bara farin að gera hlutina automatist í lokin og allt er farið að synka, þú veist, liðið bara farið að spila óksla vel, fattar þau allir bara, þú þarft ekkert að þú veist, þú veist nákvæmlega hvað er að fara að gerast þú bara reaktar, þú veist bara búið að drilla inn og drillaði alveg inn allt árið, sko þú veist, það sem að góð þjálfun snýst og það sem ég hef upplegað, bara þjálfun á topp leveli, skilur
En líka á toppleveli sko, þú ert ekki að tala bara fyrst þú ert að læra körfu eða eitthvað svolítið, þú líður líka svona þegar þú kemur bara inn í nýtt lið og þú ert samt orðin ótrúlega góður körfuboltamaður að þið líður bara eins og sé að vera drillin eitthvað alltaf eitthvað sko. Hvað ég held að það er skeið svona? Já, einmitt sko, bara af hverju? Eða þú veist, hann kendi mér öðru sí, nei, þú verður bara að læra það bara, þú veist, upp á nýtt sko, þú veist, það er ekkert eitthvað allir þjálfari með sömu filosófíni, það er bara öðru sí hvernig þú vilt spila vörnina. Þannig það er kannski smá trekkt við að skipta. Já, það er alveg sko, þú veist, en ég bara segja að svo bara kemur að því að þá smellur þetta allt saman sko, skilur mig. En í dag held ég að það hefur verið að gera þetta betur, þú veist, það hefur verið að passa upp á álægið og dreifa þessi eitthvað aðeins og þú veist, vonandi minni meðsli sko. Já. Ég veit ekkert hvert ég var að fara með þetta, en þú veist, þú getur bætt þessu bara eitthvað inn, klift þetta og bætt þessu inn eitthvað. Nei, já, bara í byrjunina þess vegna. Já. Nei, já, en þetta er, ég dikka þessa pælingu sko, líka þú séð þetta svo lengi, hvernig þetta er, hvernig þjálfunar aðferðir eru búin að breytast. Já. Og ég held að svona kannski varst að koma inn á það með að nefna þessa bók að þú hugsaði kannski hlaup bara sem hlaup eða eitthvað. Já, þú veist, ég meina gamli skólinn hefði bara reyma á þessi skóna að þú hleypur þá til þú bara ælir og svo bara hleypur lengra. Já, og bara þarna enda bókin búin eftir þetta. Hleypur, sem reynir að hlaupa lengra og með því ekki. Þá ertu að fara eitthvað sko. Já. Nei, þetta er áhugavert, bara gaman sko. Já, skemmtilegt. Hörðu, takk fyrir að fá mig. Bara miklu frekar, takk fyrir að koma. Þú ert að fara út í hlaup núna, ekki? Jú, ég á að vera mættur. Hvað er klukkan? Ég er að fara að hitta, skora stráka. Hún er 12:21. Hálftími í þetta. Flott. Ég er góð, sko. Flott. Hvað ætlar að hlaupa langt? Hörðu, við ætlum að taka eitthvað spretti bara. Við tökum uppbytun og svo tökum við spretti og eitthvað hopp. Þá getur leikur ælir og eitthvað hopp og svona. Nei, svona, núna á mínum aldri þá er ég svona bara ég fann að þekkja skrokkið mjög vel og svona og þarf að passa mig sko. Ég get ekki farið fram um mér að vera að keppast við ykkur unga gauðra sko. Ég bara þegar ég hætti þú veist þegar ég þarf að hætta þá bara hætti ég. Já. Þú veist og ég hætti þegar mér líður vel sko, skilur. Já, ok, þannig að þú sér tilbúin í næsta. Já, það er svona þannig. Ég svona hætti, ég er orðinn þreyttur en mér líður vel. Ég er ekki farin að stífnu upp eða svona farin að finna fyrir einhverjum mjólkusýrum sko þannig. Já, það. Já. Núna allavega sko. Göfugt sko. Ha? Ég held að það sé göfugt. Er það ekki bara? Já, en svona, já. Já, ég held ég bara sé farin að læra sko. Það hlaut að koma að því. Já. Hann fór að læra. Jón, snillingur, takk hérlega fyrir að koma. Virkilega ánægilegt að tala við. Takk fyrir.